Góðan dag og velkomin í Kryddsíld stöðvar 2 sem nú boðið upp á í 14. sinn. Hér höfum við verið allt frá árinu 1991. Að venju lítum við öxl og horfum yfir árið sem að líða með formönnum stjórnmálaflokkana og einnig fram á veginn. Og við heyrum líka ljúfa tóna, Brynhildur Guðjónsdóttir sem túlkar Edith Piaf, afburðað vel á fjölunum þessar myndir og nokkrir hljóðfæraleikarar úr sýningunni heyra okkur með nærveru sinni hér á eftir. Síðast en ekki síst verður einnig kynnt hvernig Fréttastofa stöðvar 2 og Bylgjunnar hefur valið mann ársins að þessu sinni. Og þeir eru sestir hérna hjá okkur, Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs og Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingarinnar. Og mér á vinstri hönd Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og utanríkisráðherra, Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherra og Guðjón Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins. Þetta í fyrsta sinn sem fullskipað hér við Kryddsíldarborðið frá byrjun þáttar. Davíð, þú hefur venjulega ekki verið kominn frá upphafi. Ég var að rifja upp að ég hef samt ekki verið hérna frá 1991, sá einu ykkar Trúlega. Allan tíma við borðið, þannig ég bæti upp með langri vist. En það var þannig, ég tók upp mitt áramóta ávarp sko á þessum degi, en Halldór hafði vit á því að taka upp eitthvað fyrirfram, þannig hann tók enga áhættu. Þannig að ég var stundum aðeins og setn, en það skadaði nú ekki mikið held. Var það okkar vegna sem þú ákast? Nei, alls ekki. Það bara hentaði mér betur. Þetta tekið upp hvort þið og þetta skipti hentaði mér betur. En hitt svo annað mál að það getur náttúrulega staðið þannig á að það verði að taka það upp á þessum degi. Það sé ekki annar kostur og ég hélt möguleika sjálfsögðu opnum. En þetta svona hentaði mér betur í þetta skipti. En þetta ný lífsreynsla fyrir þig að flytja áramóta ávarp til þjóðarinnar? Já, það í fyrsta skipti. En það ekki í fyrsta skipti sem ég hérna. Ég búinn að vera hérna síðan 1994. Eitthvað svo viltu upplýsa okkur núna fyrirfram hvað þú segir okkur í kvöld? Nei, ég held ekki. Það svona Nei, ég held að Davíð hefði ekki gert það heldur að það, þessi ár sem hann var. Nei, það held ég ekki, ég held að maður... En nú, þú hlýtur að sakna þess að fá ekki að flytja ávarpið, er það ekki? Nei, akkur þegar ég gera það, búinn að fá að gera þetta svona lengi og ég er mjög ánægð með að Halldór geri það, við veitum að gera það myndarlega og fínt. Nei, guð minn góður, það verður nú meira vandræðalegt en ég heyra. Við ætlum hér næsta 1,5 klukkutíman að fara yfir atburði ársins á innlendum og erlendum vettvangi. Stærsta fréttin af þessu sinni og þessa dagana, ugljóst ársins og ef til lengri tíma litið eru hamfarirnar í Suðaustur-Asíu. Það yfirgnæfir eiginlega allt. Steingrímur J. Sigfússon. Já, það snertir mann djúpt og það svona langur og dimmur skuggi yfir heimsbyggðinni nú áramótin. Og þetta kemur auðvitað held ég alveg sérstaklega við Íslendinga þegar að náttúruhamfarir valda svona geysilegum hörmungum. Við þekkjum það auðvitað af eigin raun, hvernig óblíð náttúran getur sett strik í reikninginn og maður finnur það á fólki að það er mjög slegið og þetta versnar dag frá degi þannig að maður eiginlega bara er með öndin í hálsinum yfir því hvað þetta reynist að lokum þegar upp verður staðið. Mér sýnist allt stefna í að þetta sé að verða mannskæðustu hamfarir af þessu tagi eiginlega í seinni aldasögunni. Þetta stefnir kannski hátt á annað 100.000 eða jafnvel í 200.000 manns sem þarna hafa látið lífið og þá er það að nálgast svipaða tölu og allra mannskæðustu jarðskjálftar í Kína hafa áður kostað í mannfórnum. Og ég held að mér finnst koma til greina núna að menn veltu því alvarlega fyrir sér í ljósi þess að þetta eru 3., 4. mannskæðu hörmungarna núna á örfáum árum. Við munum stóra skjálftan í Íran og við munum fellibyljina í Mið- og Suður-Ameríku. Að menn fari að koma á nýju skipulagi, hreinlega bæði hér við heima og eins bara á heimsvísu, einhvers konar hamfara viðlaga skipulagi með formlegum fjárveitingum og skipulegi sér betur í þessum efnum. Það er margt því miður sem bendir til þess að breytingar í náttúrunni kalli meiri óstöðuleika í veðráttu yfir okkur með tilheyrandi mannfórnum í formi fellibylja, flóða og jafnvel jarðskjálfta og ég hef verið að velta því fyrir mér einmitt hvort að menn gæti ekki sameinast eitthvað af þessu tagi og finnst það til dæmis eitthvað sem við sameiginlega gætum ákveðið hér foringjar stjórnmálaflokkana að setjast yfir þetta af okkar hálfu. Væri ekki prýðilegt að Ísland hefði bara fastan sjóð með árlegum fjárveitingum tryggan til að grípa til þegar að svona bankar upp á sem því miður virðist vera að gerast næstum því árlega. Hvernig líst utanríkisráðherranum á þessa hugmynd?
Það út af fyrir sig þá erum við þáttakendur í stórum sjóðum og eins og kom fram núna, við erum þáttakendur í Alþjóðabankanum. Við erum með framlög okkar þangað. Alþjóðabankinn hefur þegar ákveðið að veita milli 15 og 20 milljörðum króna til þessa verkefnis og þannig við erum í slíkum sjóði. Auðvitað það þannig að þegar slík ósköp dynja yfir eins og þessi, af þessari stærð, að þá segja nú okkar peninga hér heima dálítið lítið. Eins og þið sjáu þessum upphæðum að Alþjóðabankinn einn búinn að vera milli 15 og 20 milljörðum króna til verkefnisins. En auðvitað eigum við að taka vel og myndarlega þátt í slíku en við okkar fjármunum mun ekki ráða úrslitum í þessu efni þó að auðvitað eigum við að taka þátt. En það eins og Steingrímur segir, þetta gríðarlegir atburðir sem þarna eru á ferðinni og til að skynja þetta afl að hafsbotn sem kannski nær, ég er ekki með kílómetrana í höfðinu, lengra en til Skotlands, jafnvel. Töluvert lyftist upp 10 metra og allan þann þunga hafsins yfir sér þar. Þetta slíkt afl, þetta einhvern veginn handað með öll. Og ég minnst mitt skilningavit að ná utan þetta og eins og einhvern allsherjar syndaflóð þegar maður hugsa til alls þessa fólks sem þarna verður fyrir þessu þá fyllast með mikilli örvæntingu og skelfingu, satt best að segja. Össur, félagar þínir í Vinstri grænum, ef ég má kalla það svo, að þeir lögðu til að Íslendingar legðu fram 300 milljónir króna til þessa verkefnis. Geta Íslendingar skipt máli? Já, ég held þeir geti skipt máli og ég held að það skipti bara mjög miklu máli fyrir líðan íslensku þjóðarinnar andspænis svona hörmungum að hún, bæði almenningur og stjórnvöld, að þau gefi rausnarlega og láti rausnarlega af höndum rakna til þess að byggja þarna upp og ég er alveg sannfærður um það að það er auðvitað það sem verður gert. Við sjáum það að almenningur hann hefur brugðist mjög skart við og ég held að þetta sé mál sem að stjórnarliðið og stjórnarandstaðan eigi að ná saman og ég er sannfærður um að svo er. Þetta eru svo ótrúlegir atburðir og þetta byrjaði einhvern veginn með allt öðrum hætti. Maður sá ekki fyrir að þetta yrði svona mannskætt. Það var verið að tala um nokkur þúsund. Það er hugsanlegt þegar upp er staðið að þetta verði nálægt þeim fjölda sem að íslenska þjóðin telur og utanríkisráðherrann var að tala um hvers konar hamfæri þetta hefði verið á hafsbotni. Það þarf jafnvel að draga landakort heilla svæða upp á nýtt. Sumatra sem er eyja þrefalt stærri en Ísland, hún rykkist til 36 metra. Auðvitað þegar maður les af þessu eins og ég hef verið að gera á vefnum þá eru líka lítil kraftaverk sem að gerast sem að maður verður nánast klökkur yfir eins og þetta litla 8 mánaða barn sem að fannst á dýnunni eftir 2 sólarhringa og myndin í blaðinu af litla finnska drengnum sem að náði aftur endurfundum með föður sinn. Þetta gat enginn maður séð þetta lesið á þess nánast að klökkna við en mamma hans dó. Lítil kraftaverk, lítil harmleikir. Við eigum að gera það sem við getum í þessu en svo horfir maður til dæmis á þessar alþjóðastofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar sem að ég held að margir séu nú sammála að sé dálítið flókið virki og það kemur í ljós að þeir þurfa að samræma viðbrögð 8 stofnana hjálparstofnana. Við sjáum það til dæmis þegar við stöndum andspænis svona að Sameinuðu þjóðirnar eru ekki í stakk búnar til þess að bregðast við út af þessu mikla skrifræði sem þarna innan og reyndar ýmsir góðir menn hafa verið að gagnrýna þess og nú vildi svo til að Hillary Benn, sonur Tony, sem núna ráðherra sem fer með þessi mál hjá Tony Blair, hann var einmitt nýbúinn að halda ræðu þar sem hann var að benda á þetta og því hafa nú kannski verið með fréttir með. Halldór, við finnum einmitt hvað þetta snertir þjóðina mikið. Það hafa streymt tugir milljóna frá almenningi, frá fyrirtækjum, frá stofnunum og ríkisstjórnin hyggst einmitt taka vel á það ekki. Mér finnst það nú vera einkennandi fyrir íslenskt samfélag hvað fólk tilbúið að leggja mörkum í svona málum og ég held að það sé svona sérstakt við Íslendinga að við leggjum heilmikið af mörkum inn í svona safnanir. Og það hefur alltaf verið venjan þegar svona gerist að ríkisstjórnin sé síðan með í því og við ákváðum að vera strax með í upphafi. En síðan vil ég benda á það að við erum að hefja formlegt þróunarsamstarf við Sri Lanka núna í byrjun næsta árs. Það verður eitt af því fyrsta sem að utanríkisráðherrann mun beita sér fyrir. Og það var ákveðið á síðasta ári og af hverju var það ákveðið? Það var ákveðið vegna þess að við höfum verið með friðargæsluliða þar í alllangan tíma sem hafa gert mikið gagn. Það hafa verið töluverð umræða friðargæsluna en
þarna hefur verið mikið gagn af okkar friðargæslu þó að þarna hafi ekki verið með 2 eða 3 Íslendingar þegar mest er. Það hefur við gert í samvinnu við Norðmenn og það náttúrulega liggur alveg ljóst fyrir að það þarf að endurmeta algjörlega þær hugmyndir sem að menn höfðu þróunarsamvinnu við Srí Lanka eftir þessa atburði sem við sáum að sjálfsögðu ekki fyrir. En það má segja að við séum komnir þarna með fótinn inn í Asíu og það er í fyrsta skipti sem við förum inn í Asíu með okkar fólk því við höfum einbeitt okkur fyrst og fremst að Afríku fram að þessu. Ég tek undir það að auðvitað þarf að endurskoða allt þetta mál í sambandi við viðvaranir og það kom einmitt til tals í samtölu mínum í gær bæði forsætisráðherra Noregs og Svíþjóðar. Þannig að við sjáum hvað málið er alþjóðlegt. Þannig er að farast fólk frá tugum þjóða. Við vitum það ekki ennþá. Það er náttúrulega vegna þess hvað heimurinn er á miklu ferðalagi út og suður í dag. Þannig að þetta er ekki mál sem snertir bara þjóðirnar sem eru þarna, heldur þjóðir allan heim. Ég vil bara taka undir það sem Halldór er að segja hérna aðstoð okkar við Srí Lanka. Ég held að þegar við förum að láta myndarlega af hendi rakna til þess að byggja upp, við erum komnir þarna með táfestu í gegnum þróunarsamvinnustofnunina í Srí Lanka. Gegnum friðargæslu. En ég hafði nú samt skilið það svo að þróunarsamvinnustofnun að hún myndi í tengslum við þessar áherslur á næsta ári taka þátt í ákveðin uppbygging og við höfum ákveðna sérþekkingu sem að nýtist þessum svæðum. Þetta eru fiskisvæði, þetta eru fiskiþorp. Þannig að við getum látið myndarlega af höndum rakna, ekki bara fjármuni til þess að aðstoða núna í gegnum neyðarhjálp, heldur líka til þess að byggja upp í framtíðinu og ég held við eigum að gera það. Er ríkisstjórnin að bregðast rétt við, finnst þér, Guðjón Arnar? Ég held að við getum ekki sett þetta mál þannig upp að það verði ágreiningu milli ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu. Það er bara, við megum ekki fara með þetta mál í það far og Íslendingar hafa ævinlega sýnt það að þegar upp koma áföll, hvort sem er hér innanlands eða með öðrum þjóðum og nágrannar okkar eru náttúrulega að verða fyrir sérstökum skada með það mannfall sem er frá nágrannaþjóðum okkar. Að við höfum alltaf sýnt það að við stöndum saman og þjóðarþjóðum stendur saman það að bregðast vel við í svona tilviki og ég vara bara alveg sérstaklega við því að við föllum ekki í þann pytt að við förum að deila þetta stjórnmálaflokkirnir og stjórnmálaflokkarnir hvernig eigi að taka á svona máli. Þetta á að vera hafið yfir það. Ég tek undir það og það er alveg sjálfsagt að þjóðin á það sannarlega inni hjá mönnum að menn standi vel saman í því og ég veit að það er ekkert annað á dagskrá. Mér finnst þetta að vera mál sem er alveg hafið yfir alla flokkadrætti og það hlýtur að vera þverpólitísk samstaða myndarlega þátttöku Íslands en ég bara legg áherslu á það. Ég held að þetta gefi okkur svona tilefni til þess að fara yfir ýmislegt í þessum efnum. Þessi röð stór atburða af þessu tagi sem við erum að verða vitni að vítt og breytt heiminn. Varðandi þetta mál svo, þá er ástæða til að leggja áherslu á að þarna er að ræða sum af fátækustu svæðum heimsins. Þarna eru mjög fátæk og lítt þróuð svæði eins og í Indónesíu, á Indlandsströndum og víðar. Þannig að það er alveg sérstaklega mikilvægt að alþjóðasamfélagið bregðist þarna vel og myndarlega við, líka vegna þess að eftirleikurinn getur orðið ekkert síður hörmulegur heldur en náttúruhamfarirnar sjálfar. Nema mönnum takist því betur til að koma aðstoð inn á þessi svæði, ekki bara strax í byrjun, heldur líka að halda áfram og styðja fólki í gegnum alla þessa erfiðleika. Því miður vill að stundum gerast að svona þegar frá líður þá gleymast svona atburðir ef að aðrir stóratburðir taka við. Og það má ekki gerast í þessu tilviki því þarna eru milljónatugir í gríðarlegum erfiðleikum. Við erum komin svona út í alþjóðamálin og kannski það stærsta mál sem hefur verið í umræðinu á árunni er, og ekki síst hér heima, er styrjöldin í Írak. Og vafalaust vakna spurningar hvernig eru ríku veldin á Vesturlöndum að beita sínum fjárhag, sínum fjármunum, beita sínum styrk. Og það hefur eftirleikurinn sannarlega verið erfiður eins og þú ræðir að geti orðið í þessum hamförum. Það er verið að safna undirskriftum til þess að birta í erlendum blöðum mótmæli við þeim stuðningi sem að þið tveir voruð með við innrásina í Írak. Fyrir okkar hönd, þessir herramenn, þeir studdu innrásina fyrir okkar hönd á þess að spyrja nokkurn menn að því. Við ættum nú að horfa fram á veg. Það vill nú svo til að það eru kosningar framundan í Írak núna í næsta mánuði, í janúarmánuði.
og það náttúrulega reynir mjög á í þessu landi. Þarna þetta land að stíga sín fyrstu skref til lýðræðis. Þarna búa 30 milljónir manna og það eru miklir erfiðleikar í Írak og við höfum skuldbundið okkur til þess að vera með í uppbyggingarstarfinu í Írak og styðja það og við skulum bara vona að Guð gefi það að lýðræðisþróunin gangi eðlilega í þessu hrjáða landi og við þurfum að styðja vel við bakið á þessu fólki. Og það vill nú svo vel til að menn hafa komið sér þó saman það á vettvangi Sameinuðu þjóðanna hvernig skuli staðið að því. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar standa að baki því sem verið að gera þarna í dag. Guðjón, þú hefur svona með stjórnarandstöðunni gagnrýnt hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á málum í utanríkismálunum gagnvart Íraksstríðinu því að við gagnrýnt það harðlega. Já, það ger það. Heldur þú að þessar hamfarir verði til þess að umræðan á Vesturlöndum aukist það hversu miklum fjármunum eiga að verja á hálfu til dæmis Bandaríkjanna og annarra þjóða? Ég held nú að okkur greinir ekkert á það að auðvitað viljum við standa að því að byggja upp í Írak. Okkur greinir hins vegar mjög á allan hann málatilbúnað og aðdraganda sem að varða því að við gerðustum viljugir eða staðfastir við það að fara þarna inn og ég óttast það mjög að þróunin í Írak muni þegar fram í sækir eins og þetta hefur þróast verða nánast eins og Víetnamdæmi. Það er að segja að þjóðin berjist gegn innrásarhernum og við séum langt frá því að fara að sjá þarna eina þá þróun sem við vildum sjá. Hafið þið aldrei efast að þessi ákvörðun hafi verið rétt? Að Ísland skildi vera með á lista hennar staðfestu þjóða, Davíð? Nei, það hef ég nú ekki gert og mér finnst nú umræðan það að taka okkur af þessum lista aftur á bak séu alveg út í hött og það er hvergi slík umræði í gangi þrátt fyrir að menn hafi nú verið að halda því fram. Það er hvergi slík umræði í gangi nema hér. Við vorum að tala hins vegar þessar hræðilegu atburði þarna sem hafa orðið þarna í Asíu. Jafnvel 120–130.000 manns hafi farist með ógnarskelfingu náttúrunnar. En við náttúrulega höfum líka verið að horfa á hræðilega hluta mannavöldum eins og í Afríku þar sem 800.000 manns til milljón í Rúanda, Búrundi voru myrt og menn horfðu á það að 300.000 manns, börn, konur ekki síst, voru myrt af Saddam Hussein í Kúrdahéraðum. 300.000 manns. Og það var ekkert einhver óviðráðanlegur, náttúrulegur harmleikur, það var bara árás með eiturgas á fólkið. Það var á þeim tíma þegar Saddam Hussein var helsti liðsmaður Bandaríkjamanna í þessum heimshluta. Ég held að við höfum ekki verið að tala í þessum dúr, en þetta var semst gert með þessum hætti og það hljótu vel að harma eina þessara gerði þetta með þessum hættin. Og það var ekkert sem bett til þess að hann myndi láta af slíkri iðju ef hann fengi tækifæri til. Þannig að eins og forsætisráðherra nefndi réttilega þá er það fagnaðarefni að núna er alþjóðasamfélagið samstíga. Sameinuðu þjóðirnar eru komnar borð á fundi Atlantshafsbandalagsins utanríkisráðherrafundinum. Það var mjög rík samstæða það að byggja þarna upp til að mynda Spánverjar sem drógu herlið sitt burtu eftir sprengjuárásinnar í Madrid. Þeir eru að leggja núna 20 milljónir evra til að undirbúa kosningar í Írak og uppbygginguna þar. Og þannig tala allir núna þar. Þannig að þessi fortíðarhyggja hér er nú svona kannski dálítið á skjön. Er þetta ekki alveg rétt hjá Davíð Steingrímur að þetta er orðið allt of seint? Það er náttúrulega ekki hægt að afgreiða þetta út úr umræðinu með þessum hætti að menn megi ekki tala nýliðna atburði af því að þessi fortíðarhyggja. Kjarni þessa máls er sá að þetta var ólögmætt árásarstríð á upplognum forsendum og síðan hefur eftirleikurinn reynst að minnstakosti jafn hörmulegur ef ekki verri en reynt var að vara við. Ég held að þeir herramenn Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson hefðu til dæmis átt að hlusta á sérfróðan mann málefni þessa svæðis eins og Magnús Bernharðsson sem varaði menn mjög við því hvaða skelfilega afleiðingar gætu orðið af því að reyna að fara með valdi inn í þetta land með þeim hætti sem að raun ber vitni. Og innrásarherinn er náttúrulega þarna í miklum erfiðleikum í raun og veru í kviksyndi. Þannig að það er hárrétt hjá Guðjóni að það er margt sem minnir á þróunina á dögum Víetnamstríðsins í þessum skelfilega hildarleik af því við vorum svo að tala hér fjármuni og eymdina víða í heiminum.
þá náttúrulega dapurlegt að sjá þennan gífurlega fjáraustur sem að þetta kostar, þetta úthald kostar. Og mér sýnast nú Bandaríkjamenn ekkert hafa allt og vel efni á þessu með sín fjárlaga halla og erlendu skuldir og viðskiptahalla. Þannig að ég held að hvernig sem á málið litið og svona tali nú ekki fyrir hönd Íslands og sóma okkar og orðstís, þá væri betur að við hefðum aldrei verið bendlaðir við þessi ósköp. Já, mér finnst við þurfum líka að hugsa þetta svona. Ef að við höfum ekki verið á þessum lista, ef að þessi 30 ríki hefðu ekki verið á þessum lista, hefðu þá Bandaríkjamenn og Bretar farið inn? Ég held ekki. Og í því felst okkar ábyrgð. Þess vegna berum við miklu meiri ábyrgð á því sem þarna hefur gerst heldur en að Íslendingar almennt gera sér grein fyrir. Stuðningur okkar og þessara 30 vígfúsu þjóða var notaður sem alibi, notaður sem skjöldur og afsökun gagnvart Sameinuðu þjóðunum, gagnvart umheiminum. Og ef þessar 2 þjóðir hefðu ekki notið þessa stuðnings, þá held ég að þetta hefði ekki gerst. Og við megum ekki gleyma því að 100.000 manns, mestanpart saklausir borgarar, ótengdir þessum atburðum, hafa látið lífið í kjölfarið. Og auðvitað hryllir mann við því að nafn okkar góðu þjóðar, var sett á þennan lista án þess að þessir 2 herramenn hefðu kjark til þess að ræða það í þinginu, ræða það í ríkisstjórn og taka það formlega ákvörðun þá, og þeir ræddu það ekki einu sinni í sínum þingflokkum, og þegar verið er að tala þetta sem fortíðarhyggju, já þá það nú þannig að formaður þingflokks Framsóknarflokksins hefur sagt það fyrir skömmu að komi vel til greina að gera þetta sem að utanríkisráðherra kallar fortíðarhyggju, að taka nafn Íslands af þessum skammarlega lista. Ég held nú því miður að þá sé það nú nokkuð ljóst að það hefði verið farið þarna inn. Það var kannski fyrst og fremst spurning tímasetningu. Það var ekkert sem að benti til þess að Saddam Hussein myndi fara að ályktunum Sameinuðu þjóðanna, og það náttúrulega lá fyrir að þessi hótun var samþykkt af Sameinuðu þjóðanna. Menn geta út af fyrir sig deilt það hvort að þetta var rétti tíminn eða hvort það átti að gera þetta síðar. En það má náttúrulega segja að það sama, menn fóru inn í Rúanda of seint á sínum tíma og það var ekki samþykkt af Sameinuðu þjóðunum. Menn fóru of seint inn í Bosníu, það liggur alveg ljóst fyrir og við stóðum að hlutum í Kosovo. Ég meina auðvitað má deila alla hluti, það fyrst og fremst sagan sem mun dæma þarna á En var þetta bara ykkar tveggja manna ákvörðun? Nei, það náttúrulega ekki okkar, ég meina hitt svo annað mál að við berum ábyrgð. Við erum í forystu í ríkisstjórn. Og það er okkar, alveg eins og þegar þú varst í ríkisstjórn, Össur Skarphéðinsson, þá barst þú ábyrgð, þú ert kosinn til þess að taka ákvarðanir, ekki samkvæmt skoðanakönnunum, heldur það sem að þú telur að sé þinni þjóð fyrir bestu. Það er að sjálfsögðu alltaf matsatriði, en til þess eru stjórnmálamenn kosnir. En ég held við ættum nú ekki að fara að gera þetta að svona eldhússtigi Írak, því að það er nú verið að ræða þessi mál, held ég, hverja einustu viku á Alþingi, þegar Alþingi er komið saman, og það vill nú svo til að þegar þetta gerðist þá hafði Alþingi verið slitið og efnt til kosninga, þannig að það var nú erfitt að ræða málið akkurat þá dagana, en það hefði verið margrætt á undan. Ef við ekki að fara núna í... Erum við virkilega að tala þannig að staðan verið betri ef að þarna hefði ekki verið gripið inn í og Saddam Hussein væri þarna kjörur? Erum við að tala það að það verið betra í þessum heimshluta ef að Saddam Hussein verið ennþá við völd? Er ég virkilega að heyra það? En sjáum meira segja hvernig Gaddafi í Líbíu brást við eftir þessar aðgerðir. Hann hefur ákveðið að láta af hryðjuverkum og stuðningi við hryðjuverk. Vegna þess að hann sá að það verið tekið af slíkum mönnum. Össur nefnir alltaf þessa tölu 100.000 og hefur það úr einni grein úr læknatímaritinu Lancet sem búið að leiðrétta. Og ég veit ekki af hverju hann gerir þetta, því að búið að segja hann frá þessu. Að þeir tóku mannfall á tilteknum stað og margfölduðu það með öllum borgum í Írak. Og það búið að leiðrétta þetta, þannig að það sem betur fyrir engin slík tala í loftinu og við höfum ekki verið að nota slíka tölur. Þessar tölur hefur ekki verið fundið. Jú. Henni verið mótmælt en henni hefur ekki verið fundið. Henni verið fundið, jú. En nógun mannfallið sjálft, þannig að það þarf ekki einu svona að tala með þessum hætti. Það getur samt ekki verið að menn hér við borð telja að það verið betra að Saddam Hussein væri áfram við völd. Auðvitað vilja allir losna við Saddam Hussein fyrirgefðu, en það er fjöldi manna sem málsmetandi manna sem beinlínis segir að heimurinn sé óöruggari í dag en hann var. Og staðreyndin er sú að það hefur komið á daginn að vopnaeftirlitið var að virka mjög vel og það var rétt sem Hans Blix og El Baradei sögðu að þá vantaði fyrst og fremst svolítið meiri tíma til að ljúka sínum störfum. Og hvað voru þeir við það að leiða í ljós? Þeir voru við það að leiða í ljós að það væru engin gereyðingavopn í Írak
kannski var það þess vegna sem lá svona á að drífa sig í stríðið til að tilefni, tylli ástæðan, hinn upplogna, tylli ástæða, gufaði ekki upp. Það hefði hún sennilega gert ef að vopnaeftirlit Sameinuðu þjóðanna hefði fengið nokkrar vikur eða mánuði viðbót. Og það þýðir ekkert að reyna að afgreiða þessa hluti svona út af borðinu, að það megi ekki gera þetta upp. Menn hafa nú eitt tíma í umræður minna en það að nafn Ísland sé bendlað við ólögmætt árásarstríð á upplognum forsendum. En er ekki kosningarnar framundan fagnaðarefni? Við getum samt gjörið sammála það að það svona heldur ólíklegt að Saddam Hussein væri að efna til kosninga núna í janúar í Írak. Og þar með ætla ég að afgreiða þetta út af borðinu. Hvernig þær takast og svo vil ég Hann fekk nú 100%, ég held að sé eini þjóðhöfðinginn í heiminum sem fekk 100%. Eruð þið þá að mæla með þeirri aðferðafræði almennt í heiminum að einhverjar tilteknar þjóðir taki sér vald til þess að fara með báli og brandi heiminn, ráðast inn í ríki og skipta þar ríkisstjórnir eftir eigin geðþótta? Eruð þið að mæla almennt með því sem aðferðafræði í heiminum? Það var þannig Steingrímur að ríkisstjórnin á sínum tíma fór inn í Írak í innrás með samþykki ríkisstjórnar sem þú sast í, ef ég man rétt. Það var á allt annan hátt staðið að þeirri ákvörðun. Þú ert að tala það hvort þú mælir með aðferðin að fara inn í önnur lönd með hernaði. Það var gert og þú sast í ríkisstjórnin og mælti með því. Svo bara mun eftir því. En auðvitað er það þannig að Sameinuðu þjóðirnar höfðu margoft sagt að bregðist ekki ríkisstjórnin Írak rétt við, fylgi eftir þeim vopnulegu skilmálum sem gerðir voru, að þá vakir yfir sú hótun að vopnavaldi verði beitt. Því að Sameinuðu þjóðirnar eru öðrum þræði og ekki gleyma því hernaðarsamtök. Öryggisráðið ákveður hernað eins og þið vitið. Öryggisráðið til að mynda ákveð hernaðin í Kóreu á sínum tíma. Og bera þetta saman við Víetnam er náttúrulega alveg út í bláinn ef við þekkja söguna. Við komumst greinilega ekki til bóðs í þessi herrar mínir. En af hverju var þetta ekki rætt í utanríkismálanefnd eins og lögin segja að þið hefðuð átt að gera? Þetta hefði verið rætt í utanríkismálanefnd sérstaklega og það lágu fyrir skoðunar og sjónarmið allra manna. Hvert ætlið þið næst inn í Íran? Þrátt fyrir góð orðum að það sé nóg talað og þá virðist nú vilja ræða þetta samt, en við ætlum að slá á þessa umræðu að sinni, við ætlum að venda okkar kvæði í kross. Brynhildur Guðjónsdóttir, leik- og söngkona, Hjörleifur Valsson spilar á fiðlu, Tatu Kantoma harmonikku, Jóel Pálsson á saxófón og klarinett og Birgir Bragason á bassa. Þau ætla að flytja okkur lagið Padam Padam. Hljómar eitt lag og hendegur mig nótt sem dag og enn eftir fjölda mörg ár ómur þess stöðugt jafnsár að gleyma því auðnast mér eigi ég yfir vafalaust fer í angist ég óskað ég megi íta því langt burt frá mér ómur þess hjarta mitt sker Param, param, param ávallt hljómar það höfði mér í Param, param, param fyllir hjarta mitt trega á ný Param, param, param nei ég fæ ekki flúið frá því já það dynur í höfði mér hvert sem ég fer og horfin ár geymir í sér það hvíslar æsku og ást og ógnar mér nú skaltu þjást það ýfur ótal mörg sár í augum mín kallar fram tár það eins og einhver rödd segi einfalda bastlega sál af hverju skildirðu eigi að ástin blekking og tál öll mínu sorg öðlast loks mál Param, param, param það var hvíslað ég elska þig heitt Param, param, param já við tvö verðum alla tíð eitt Param, param, param þessi orð sem svo merkja enn eitt já það dynur í höfði mér hvert sem ég sný hið horfna mér birtist á ný Ó já heyri þar
hrópar að mér. Gegnum huga minn líf mitt að fer. Ó, hve ótryggur hamingja er. Þetta lag mun mér fylgja ókomin ár og ómur þess nístandi sár. Óskum landsmönnum gleðilegs árs og þökkum samskiptin á liðnu ári. Pósturinn. Óskum landsmönnum öllum farsældar á nýju ári og þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða. Bláa lónið. Íslendingar hafa eignast nýtt gæðamerki. Við þökkum samstarfsaðilum okkar fyrir árið sem er að líða og óskum þeim og landsmönnum öllum gæfu og fengsældar á nýju ári. Iceland Seafood. It is surrounded by guards and video monitors. Frá Jerry Bruckheimer, framleiðanda Pirates of the Caribbean. He's got a bloody man. National Treasure. Are you crazy? Frumsýnd á nýjástað í Sambíónum land allt og í Háskólabíói. Óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Starfsmenn og stjórn Kirkjugarða Reykjavíkur. Það Alkan á Íslandi sem færir þér kryddsíldina. Komið sæl aftur, við sitjum hér með formönnum stjórnmálaflokkana. Við vorum áðan að ræða alþjóðamál en ætlum að flytja umræðuna hingað heim mál sem kannski bar hæst hér innanlands á árinu. Það var umræðin í kringum fjölmiðlafrumvarpið og sá atburður þegar að forseti Íslands neitaði að samþykkja lagafrumvarp frá Alþingi. Þetta var í fyrsta sinn sem slíkt gerðist í 60 ára sögu lýðveldisins og nú er búið að skipa, það er ný fjölmiðlanefnd að fara af stað og stjórnarskrárnefnd, þannig að maður hefur þá tilfinningunni að þetta hafi kannski bara verið fyrri hálfleikur og síðari hálfleikur sé eftir. Erum við að sjá kannski önnur eins átök? Eru til dæmis að stefna því, það ykkar vilji með stjórnarskrárbreytingu að afnema synjunarvald forsetans? Það verður ekki efna til nokkura átaka, það er allt opið í þeim efnum og menn ganga að þessu borði. Það er allir sammála það að við þurfum að taka ákveðna þætti í stjórnarskrána til endurskoðunar. Að því þú nefndir synjunarvald forseta þá hafði nú Alþingi ekki haft fyrir því í þessi 60 ára að setja lög það, þannig að það sýnir nú hvað Alþingi hefur verið að hugsa í gegnum tíðina, þannig að það verður ekki komist hjá því að ræða þetta mál og fara yfir það. Síðan hafa allir flokkar samþykkt það að fara yfir fjölmiðlamálin. Það var skipuð sérstök nefnd í því sambandi, þannig að samstaða er það að það þurfi að setja lög í þessum efnum og mér finnst engin ástæða til þess að ætla annað en að það geti ríkt það góð samstaða innan þessarar nefndar en að sjálfsögðu mun reyna á það og stjórnarskrárnefnd mun taka til starfa núna í byrjun árs og það hefur alltaf ríkt mjög góður friður endurskoðun stjórnarskrárinnar og mér finnst alveg ástæðulaust að ætla annað en að það geti ekki tekist núna. Er ástæða til að breyta stjórnarskránni? Hvað var til dæmis völd forseta Íslands, Guðjón? Það er fjölmargt sem þarf að skoða í stjórnarskránni að mínu viti og þetta ákvæði varðandi vísa máli til þjóðarinnar, það er auðvitað sjálfsagt að fara yfir það en ég legg hins vegar áherslu á það að slíkt ákvæði þarf nauðsynlega að vera inni og það getur vel verið að menn vilji útfæra það með öðrum hætti og að þjóðin geti með einhverjum beinum hætti komið að því að óska eða krefjast þjóðaratkvæðis en ég tel að það sé alveg yfir allan vafa hafið
ákvæði það að skjóta máli til þjóðarinnar þegar umdeilt mál að ræða það verður að vera inni og raunar sé ég nú ekkert neina mikil meinbugað á því þó að forsetinn hafi þetta vald. Það jú þjóðin alltaf sem mun á endanum fellast í dóm ef hún fær að gera það sem hún reyndar fékk nú ekki. Davíð, finnst þér að forsetinn eigi að hafa þetta vald? Já, fyrst er nú að segja stjórnarskrárbreytingar almennt og þá endurskoðun og þá hefur það nú verið rætt í þinginu á undanförnum árum. Við Steingrímur til að mynda höfum oft talað saman það og ekki í neinum ágreiningi í sjálfu sér endilega. Heldur að það sé þarft að endurskoða ákveðna kafla stjórnarskrárinnar. Það er búið að endurskoða suma kaflana, ekki gleyma því. Oft hefur nú verið bundin af því að endurskoða kafla sem lúta kosningamálum og þess háttar. Mannréttindakafli hefur endurskoður og svo framvegis, en það eru aðrir kaflar sem lúta dómstólum að reyndar ýmsu sem snertir forsetann vegna þess að ákvæðin eru þannig orðuð að þau eru til þess fallin að rugla menn í rímunu, ýmis ákvæði valdsvið forseta þó að sé ekki deilt það að það vald ekki fyrir hendi í mörgum greinum. Ólafur Ragnar þegar hann skrifaði ekki upp á fjölmiðlalögum sínum tíma þá sagðist hann ekki taka afstöðu í málunum, hvorki með eða móti, þannig að hann var eingöngu að vísa málum til í atkvæðagreiðslu. Það segir manni auðvitað það að það er hægt að gera það með margvíslegum hætti fyrst að forsetinn lítur þannig á hann ekki taka afstöðu. Þá er hægt að hafa aðrar aðferðir til þess að fá fram þjóðaratkvæðagreiðslur með vilja og ég get út af fyrir sig tekið undir með Guðjóni. Það getur verið hollt og skynsamlegt að hafa leiðir til þess í stjórnarskránni og ég tel að það eigi að skoða það vandlega. En ég hef fengið bréf frá forsætisráðherranum sem flokksformaður að tilnefna í nefndina og það sýnir held ég okkar alvöru mýsflokks í málinu að teljum þetta viðamikið verkefni. Við höfum lagt til 3 menn, Geir Haarde fjármálaráðherra, Þorsteinn Pálsson fyrrverandi forsætisráðherra og Birgi Ármannsson lögfræðing og alþingismenn. Þannig við viljum taka þetta verkefni mjög alvarlega og setja það menn sem myndu sinna því að miklum þunga og alvöru. En við megum ekki horfa á þessa atburði sem urðu í sumar og ég hef nú áður tjáð mig ætla ekki svo sem að dvelja mikið við hérna á þessari ágætu stundu. Láta það vera yfirþyrmandi við þessa endurskoðun því það eins og við komum fram hjá okkur Steingrími, það er margt annað sem þarf að kíkja á. Steingrímur, eru þið sammála þú og Davíð hvaða breytingar þarf að gera? Já, við höfum verið sammála að það væri þarft að fara yfir ýmis ákvæði stjórnarskrárinnar og þá voru sérstaklega nefndir fyrstu kaflarnir í stjórnarskránni sem lúta að stjórnskipuninni sjálfri og samskiptum handhafa valdsins og ég er enn sömu skoðunar það sé allt saman þarft og það beri að varast að setja þessa vinnu í þann farveg að hún sé í einhverjum sérstökum tengslum við atburði sumarsins. Það held ég væri ekki farsælt. Ég hef lagt á það áherslu og við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði að menn kæmu óbundnir af þessu borði og ég held að það sé til bóta fyrir starfið að menn séu ekki með miklar yfirlýsingar fyrirfram það sem þeir telji nauðsynlegt að gera svona eða hinsegin. Það mun fyrst og fremst þvælast fyrir mönnum og draga úr líkunum á því að menn nái góðri samstöðu breytingar og ég gef mér og geng út frá því að það standi ekkert annað til en að lenda þessu máli í þverpólitískri samstöðu. Það hefur verið gæfa okkar svona mestu leyti þegar þessa undirstöðu þætti stjórnskipunarinnar að tefla að menn hafa lokið þeim í sæmilegri sátt og það er mjög mikilvægt. Ég tel að það geti verið tilefni til að skýra ýmis ákvæði, ekki endilega að gera grundvallar breytingar. Til dæmis þetta með málskotsréttinn og það er rétt að forsetinn notaði málskotsréttar röksemdafærslu þegar hann útskýrði ákvörðun sína í sumar að hann væri að vísa málinu til þjóðarinnar eins og 27. greinin gerir ráð fyrir að sé mögulegt að þá þarf auðvitað að vera alveg skýrt bæði í stjórnarskránni sjálfri og eftir atvikum í lögum hvað tekur við, hvaða ferli fer þá af stað svo dæmi sé tekið. Þannig að þetta er auðvitað þarft að fara yfir. Ég er reyndar þeirra skoðunar að það sé ekkit sérstakt í stjórnarskránni sem að sé vandamál eins og hún stendur í dag. Ég held að það sé meira viðfangsefni að tryggja að það sé alltaf farið eftir henni. Að menn hafi í heiðri grundvallar lýðræðis og svona valddreifingar og markmiðin sem liggja að baki ákvæða stjórnarskrárinnar. Það er ekkit vandamál að búa við hann í sjálfu sér. En eins og hún er að mínu mati að því tilskildu að framkvæmdin svona sé góð en það er að sjálfsögðu rétt og skylt að fara yfir hana og fagnaðarefni að þetta starf fari nú loksins af stað. Nú úr því að Davíð upplýsir nefndarmenn sína þá get ég sagt frá því að minn flokkur hefur ákveðið að ég fari í þetta.
Þannig að við viljum með því einnig undirstrika af okkar hálfu mikilvægi málsins að ég sem formaður flokksins fer í nefndina. Össur, maður þykir skynja svona vissan áherslumun hjá flokkunum og stjórnarandstöðu hvernig eigi að endurskoða stjórnarskrána? Jú, vissulega. Ég hins vegar sammála þeim, Davíð og Halldór, að við eigum ekki að láta atburðir sumarsins rugla okkur í rímunu varðandi þetta. Það voru hörð átök, vissulega. Mesta drama sem ég hef nú upplifað held ég bara í pólitíkinni, það voru þessi átök. En eitt hefur eiginlega komið út úr í samt, að það virðist sem að það sé almenn samstaða það til dæmis, að það eigi að setja inn ákvæði þjóðaratkvæði. Það finnst mér ákaflega mikilvægt. Ég vil líka segja það, ég vil hrósa Halldór fyrir það, að hvernig hann fór að þessu. Ég tel að sú aðferð sem hann hefur notað í kringum þetta, hún sé líkleg til þess að leiða til samstöðu og við viljum samstöðu. Ég hef náttúrulega þaulesið það sem að Davíð Oddsson hefur sagt og skrifað þetta og ég tek eftir því að það eru atriði sem að okkur mjög mikið í munum að ná fram í Samfylkingunni, sem að hann hefur nánast talað opið í skrifum sínum, eins og til dæmis að efla möguleika Alþingis á eftirliti með framkvæmdarvaldinu. Þarna eru fletir sem ég held að við eigum að reyna að þróa og ná samstöðum og ég vona það sannarlega, að því að mér þykir nú líklegt að ég verið í þessari nefnd, að við berum gæfu til þess að ná ákvaða núna. Við styðjum þau. Ekki það nú alveg, en ég hins vegar langar til þess. Ég hef áhugað þessu máli og ég held að þetta sé eitt af því jákvæða, vegna þess að fjölmiðlamálið var ekki alveg, sem að hefur komið út úr þessu. Við skiljum það þessir sem að sitjum hérna við borðið að þarf aðeins að breyta. Ég hef nú ekki alveg sömu áherslu og Davíð Oddsson varðandi málskotsréttinn og hlutverk forseta, en mér finnst nú samt að hann tali hér með svolítið mildari tóni heldur en oft og mér finnst allavega, við höfum bara reynað að ná samkomulagi þetta. Þetta skiptir máli. Hvað ætlið ykkur langan tíma, Halldór? Já, það er markmiðið að við ljúkum þessu fyrir góðum tíma fyrir næstu kosningar. Það er okkar markmið og ég vil fagna því sérstaklega hvernig allir taka á þessu máli, að við ætlum semst að reyna að ná samstöðu málið eins og ávallt. Ertu bara orðinn ánægður með stjórnarandstöðuna? Já, ég er bara ánægður með ykkur í dag og ég er nú yfirleitt ánægður með lífið almennt þennan dag. Spurningar verður á morgun. Og ég veit að Guðjón ætlar sér að vera í nefndinni. Það er nú eina bréfið sem ég hef fengið ennþá, þannig að ég sé það að nefndin verður alveg sérstaklega vel skipuð. En verður sama samstaða gagnvart fjölmiðlafrumvarpinu, endurskoðun þess frumvarps? Já, er nokkur ástæðu til annars en að ætla það. Ég veit að það starf gengur ágætlega og það eru allir sammála það að það þurfi að setja löggjöf fjölmiðlana og það þurfi að vera eftirlit með fjölmiðlunum, svona innan ákveðins ramma. Og málin hafa líka breyst svolítið frá því í sumar. Nú er þetta orðið þannig að það eru komin upp svo staða, það eru símafyrirtæki sem eru eiginlega að eignast þessi batteri og eitt af því sem ég held að við eigum að geta ná samkomulagi er, ég veit ekki hvernig á að þýða það sem sagt, en sú krafa að þau verði að opna sín flutningakerfi fyrir öðrum aðilum sem í útvarpsrekstri. Ég held að það skiptir mjög miklu máli. Þau mega ekki ná þessu ofurtæki á því sem að mér virðist stefna í. En það var vinnuaðferðin sem að fór ákaflega mikið fyrir brjóstið á okkur. Það hvernig þetta var gert. En Halldór Ásgrímsson, ég ætla ekki að hrósa honum of mikið hér í dag, en ég meina hann lærir af reynslunni. Ég var nú að hrósa þér. Hann lærir af reynslunni og stjórnarandstaðan auðvitað komið með mannskap þarna inn og gleymum því ekki að fjölmiðlaskýrslan sem kom fram þarna í aðdraganda málsins, hún hafði að geyma ákveðnar ábendingar sem ég held að við tókum nánast allar upp utan eina. Ég vil einmitt bara segja árétta það að nú loksins eru bæði þessi mál komin í þann farveg sem í upphafi skildi verið hafa. Svona á að gera þetta. Og aðalvandamálið saman við fjölmiðlafrumvarpið var hversu ógæfuleg vinnubrögðin voru og náttúrulega að óvandaður málatilbúnaður var síðan gerður afturreka og svona þegar maður lítur yfir árið í sögulegu samhengi þá er það náttúrulega tvennt sem stendur upp úr í sambandi við þetta fjölmiðlamál og er sögulegt. Það fyrra auðvitað að ríkisstjórnin gerð svona hrottalega afturreka með sinn vondamálatilbúnað og gefst að endingu algerlega upp hérna handan við götuna inn í Alþingishúsinu eftir að menn eru búin að eyða mánuðum í hörð átök og mikið læti þá standa eftir 2-3 línur í lögum skipan útvarpsréttarnefndar sem útfæri sig var allt í lagi en öllu hinu hent. Það var nú afrakstur þeirrar vinnu og hitt svo náttúrulega það sem gerist 2. júní þegar forsetinn
beitir 27. greininni og þetta eru kaflaskil og þetta sögulegt en vonandi þá bara hefst eitthvað gott út úr þessu. Ég hef sömu upplýsingar frá mínum fulltrúa í fjölmiðlanefndinni að starfið þar gangi vel. Það sé mjög áhugaverð sem að þar verið að skoða og tengist samruna til dæmis fjarskiptanna og fjölmiðlunarinnar. Það eru nýir hlutir sem alls ekkert hefði verið tekið á í því frumvarpi eða þeim lögum sem aldrei urðu í sumar sem leið. Þannig að þetta komið inn á betra spor í þverpólitísku starfi og ég tiltölulega bjartsýnn á að eitthvað gott geti að lokum hafist upp úr þessu. Enda eins gott því að það er nú ekki búið að eyða svo litlum tíma og svo lítilli orku í þetta mál. Ég held nú að lærdómar geti dregið af því sem að þessari vegferð sem við fórum í vor og sumar sé einfaldlega sá að við megum ekki láta það trufla okkur mikið til þess að horfa inn í framtíðina. Þannig að ég held að veruleikinn í fjölmiðla dreifingu og fjarskiptum sé að þróast í það að vera verulega annar heldur en að við vorum að horfa á vordögum. Og ég held að menn þurfa að skoða málin sérstaklega því að snýr að íslensku neytendum. Hvernig á að tryggja þeim aðgang að fjölmiðlunum. Á það að vera þannig að þeir lokist af því að kaupa box frá einhverju einu ákveðnu fyrirtæki, til dæmis ykkar fyrirtæki, og nái þá ekki að horfa á aðra dagskrár og svo framvegis. Og ætlum við að standa hér í því Íslendingar að vera tilraunadýr með einhver 4 dreifingarkerfi, eða 5 jafnvel, og sennilega setja met í veröldinni í þessu litla landi í möguleikum á dreifingum með tilheyrandi kostnaði. Og þá, ef það verður, þá stendur málið þannig að íslenski neytendur munu sennilega vera að kaupa aðgang að dýrasta sjónvarpsefni og dreifingarefni í veröldinni, allavega miðað við nágrannalöndin okkar. Og ég held að menn þurfa að skoða þetta mál mjög gaumgæfilega, en umræðan eins og hún var í vor þar sem snerist nánast mest eignarhald og eignarhaldsform, ég held að við eigum ekki að flækja okkur of mikið í henni. Framtíðin verulega öðruvísi heldur nú var fyrir fá mánuðum. Davíð, í vor þá var einmitt talað að það lægi svo mikið á að það þyrfti að samþykkja þessi lög. Þess vegna væri aðdragandinn svona stuttur eins og hann í raun varð, ekki satt. Hvað hefur breyst? Núna virðast allir vera í rólegheitum og það geti gengið sem Ég held nú reyndar að aðdragandinn hægt verið mjög stuttur. Það var farið þetta með mjög góðum hætti. Það voru setti niður sérfræðir menn til að fjalla um málið, undirbúa skýrslu það efni og síðan fór þetta fyrir þing með verulegum hætti. Umræðan alltaf var meiri af því að fjölmiðlarnir áttu í hlut sjálfur og þeir eru náttúrulega með fullri virðingu fyrir ykkur, eru það alveg óskaplega upptekin af ykkur sjálfum, eins og við erum stjórnmálamenn það líka, en þið eru það alveg gríðarlega. Og þess vegna höfðu þið gríðarlegan áhuga á málinu og kannski höfnuðust í málinu dálítið, sem ég segja það. En það var samt talað um að lægja á, hvað sem aðdraganda má segja. Það er samt dálítið fróðlegt finnst mér núna að fylgjast með því að þegar Síminn kaupir Skjá 1, að þá hlupum menn upp og segja að þetta bannað samkvæmt fjölmiðlafrumvarpinu sem var drepið. Og svo fannst mér, ég er ekki að segja að þú hefur sagt þetta, einstakar sinnum þegið þú nú þessu minn. Það er nú ekki oft. Nei, það er nú ekki oft, en það er alltaf til bóta þegar það gerist. En svo gerist það líka, sá getur maður Sigurður G. Guðjónsson, ég sá viðtal við hann í tímariti, þar sem að hann telur, ég vonist ekki að rántúlka orðans, en ég las þau þannig, hann teldi að núna væru þær forsendur uppi sem að þingmennirnir sem vildu fá fjölmiðlafrumvarpið í gegn hefðu haft áhyggjur af. Nú hefði þetta breyst með þeim hætti staðan á fjölmiðlamarkaði og það væri akkúrat komin upp sú staða sem að þingmennirnir sem vildu fjölmiðlafrumvarpið hefðu áhyggjur af. Þetta hefur nú gerst á skömmum tíma. Ég veit ekki hvort að endur að fara mikið út í þessa sálma, þetta allt saman búið og gert og ég ánægður með það að heyra að ég var ekki fyrst nægilega vel með því að menn eru svona á góðu róli í málinu og það ágætt að það gerist. Við tökum einmitt eftir því það svona samstöðu tónn hjá okkur og maður hefur einmitt veltið fyrir sér eftir þessa hörðu orrahríð sem var hér í vor. Hefur svona varanleg áhrif á samskipti milli manna. Það var mikið spurt samskipti ráðherra við forseta Íslands og það var eftir því tekið núna þegar var áleg þingveisla á Bessastöðum að stór hluti sjálfstæðismanna mætti ekki. Er þetta afleiðing af því sem gerðist fyrir sumar? Það held ég ekki. Menn hafa verið misáhugasamir boð af öllu tagi eins og kunnugt er. Ég veit að til að mynda einn af mínum fyrirrennum Ólafur Thors, hann mætti yfirleitt aldrei í nokkurt einasta boð, var að þó mikil gleði maður en hann forðaðist boð eins og heitan eldinn. Ég hef verið mjög duglegur að mæta í boð á Bessastöðum, sérstaklega meðan ég var forsætisráðherra, gerði það mjög samviskusamlega. Ég er ekki eins bundinn af því núna finnst mér, nú er komið að Halldór, hann var nú oft mjög slappur við að mæta í þessi boð. Þegar hann var utanríkisráðherra og nú verður hann að standa sig betur.
því miður að staðfesta þetta. Já, þetta þannig. Það lofar bót og betur. Halldórsstundum í útlöndum. Nei, aðeins bara þetta sumarið, sko. Ég held að þetta sé holl lexía svona fyrir stjórnmálin almennt, sem þarna gerðist, fyrir meiri hlutan á hverjum tíma, að það ekki sjálfgefið að hann keyri sína skoðun yfir allt og alla. Það getur komið til þess að menn grípi í taumana og þjóðin, forsetinn, stjórnarandstaðan vann auðvitað sögulegan sigur í málinu. Það ekkert hægt að horfa fram hjá því að það ekki á hverjum degi sem ríkisstjórn með sterkan meirihluta inn á Alþingi gerð alveg endanlega afturreka með stjórnarfrumvarp sem hún reyndi og sér það sjálf. Já, sér það sjálf var lokum að gefast upp sem hún reyndi að breyta 4 eða 5 sinnum og allt kom fyrir ekki. Og ég hins vegar ennþá óánægður með það að viðbrögðin við beitingu 27. greinarinnar voru ekki þau sem ég tel að hafi átt að vera. Það að segja að þjóðin fengi að kjósa. Og það held ég við eigum líka að svona hafa hugfast. Við verum alltaf að passa okkur þó að við séum með lýðræðislegt umboð innan tiltekins kjörtímabils og það leiki engin vafi á meirihlutanum. Það verður að reyna að ganga í sæmilegum takt við þjóðarsálina og menn megi ekki keyra út af. Auðvitað má færa rök fyrir því að fyrst að forseti skrifaði ekki upp á lögin þá hefði hann átt að synja líka næstu lögum til þess að tryggja þessa atkvæðagreiðslu. Það má halda því fram við þau rök sem hann var með í málunum. En af því að Steingrímur tala fyrir hönd þjóðarinnar, það eru margir sem tala fyrir hönd þjóðarinnar þessar mundir eins og kunnugt að þá nú rétt að taka fram að eftir 8 vikna umræður þá var gerð skoðanakönnun þetta mál og þá vissu undir 30% hvað máli snýrist að eigin mati. Og þess vegna var nú umræðan kannski dálítið. En vitnar ekki hinar tölurnar hve margir voru á móti þessum málum? Það voru margar slíkar kannanir, margar kannanir Fréttablaðsins það efni. Ég nefni þessa sérstaklega, þessa könnun. En að því að þið spurðu nú hvort að svona skildi eftir sig einhver persónuleg sárindi. Þetta voru alveg harkaleg átök og eins og ég sagði hérna þetta er einhver mesta dramatík sem að ég hef svona verið partur af í þinginu. En þetta skilur ekki að mínum mati eftir neinn persónuleg sárindi millum manna, ég held það ekki. Ég vil nú ekki ástir forsætisráðherrans og fyrrverandi forsætisráðherra, formanns Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokksins almennt til Bessastaða. En ég held það að við sem við þetta borð setjum og félagar okkar við erum náttúrulega í daglegum átökum í þinginu og það hefur ekki mikil persónuleg áhrif. Ég held að munurinn okkar Össuri og afstöðu til forsetaembættisins almennt sé sú að ég vil að forsetinn sé sameiningartákn þjóðarinnar en Össur vil að sé samfylkingartákn þjóðarinnar. Jæja, við ætlum að víkja að öðru. Það eru svo margir sem eru táknum samfylkinguna í dag, hún orðið svo stór flokkur. Það er gefið hérna Steingrímur að reyna að þetta er gamlársdagur, reyna að vera þess að gleðjast pínundi. Það er löng hefð fyrir því að Fréttastofa Stöðvar 2 og Bylgjunnar velji mann ársins og sæma hann þeirri nafnbót í kryddsíldinni. Nú er einmitt komið að þeim fastalið. Edda Andrésdóttir hefur fengið til sín þann sem fyrir valinu varða þessu sinni. Við höfum dregið okkur út úr skarkalanum hér á Hótel Borg og komið okkur fyrir á rólegri stað ásamt manni ársins 2004 sem er kona. Hún hefur oftar en nokkrir aðrir á Íslandi orðið Íslandsmeistari í skák. Hún var kosin forseti Skáksambands Íslands í sumar, fyrst kvenna í tæplega 80 ára sögu sambandsins. Hún fékk jafnréttisverðlaun í haust. Hún hefur háleit markmið fyrir hönd skákíþróttarinnar og ætlar að koma þeim í framkvæmd á næstu árum. Hún hefur leynt og ljóst unnið ötullega að framgangi skáklistarinnar á Íslandi og meðal annars unnið að því að fá Fischer hingað til lands. Maður ársins 2004 er Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Velkomin til hamingju og hvernig er að fá svona titil? Það er þetta bara mjög skemmtilegt þakka þér fyrir. Það kom mér hins vegar mikið á óvart. Ég hélt að það væri bara að gera að til mér. Já, ekki aldeilis. En ég er greinlega farin að safna titlum svona. Já. En setja hann í skápinn. Ég veit ekki alveg samt hvernig ég á að bera hann, sko, en ég kannski getur bent mér einhverju sem að kenna mér það. En svo við snúum okkur að skákinni. Þú ég hef heyrt þig tala um skák og þú talar hann eins og manneskju sem þið þykir vænt um. Þú talar hann sem tilfinningaþrungna, þú talar galdrana í skákinni. Er hún þannig? Er þetta ekki bara köld rökhugsun? Nei, veistu það, ef hann væri bara köld rökhugsun, það hefði ég nákvæmlega engan áhuga á skák. Það í hverju einustu skák sem þú teflir,
Það fara allskyns tilfinningar og jafnvel ástríður á stað. Við hvern leik þá þú finnur fyrir kvíða eða tilhlökkun eða spenningi eða allskyns leyndardómar sem bíða þínu við hvert skref. Og jafnvel sko allra sterkustu skákmenn heims, þeir tala sínar skákir og mjög tilfinningaþrunginn hátt. Þannig að þetta svona, það blanda saman allskyns innsæi og allskyns upplifanir við þessa rökhugsun sem verður síðan líka temjaðir. Þannig að þetta er rétt lýsing sem að Ég veit þú hefur mikil og háleit markmið eins og við sagðum hér áðan skákina á Íslandi. En hver er svona stærsti draumurinn? Ég held að stærsti drauminn sé bara að sjá sem flest tefla. Það er mér finnst æðislegt að labba inn á kaffihús og sjá bara einhverja tvo menn þar að tefla, mér finnst æðislegt að labba inn á spítal og sjá fólk að tefla þar og elliheimili og í skólum og svo framvegis. Það er í rauninni minn draumur að hún breiðist út til sem flestra vegna þess að hún er svo mikill gleðigjafi í sjálfri sér. Og við Íslendingar eigum líka svo mikla skáksögu, þannig að þetta er hluti við hvað gerir okkur sérstök og þess vegna megum við ekki láta þetta deyja. Þannig ég held að sé reyndar mikill uppgangur núna, þannig að því fleiri staðir sem að skák áberandi því betra. Þú er áhuga mörg öðru en skákinni, veit ég, þú ert svona kona sem ert með ljóðabók í töskunni þinni og þú ert ekki bíl, heldur hjólaru. En og svo ætlar að vinna ákveðið verkefni á árinu sem væri svolítið gaman að uppljóstra sem tilheyrir skákinni og líka áhugamálinu þínu skáldskapnum. Já, það er tengt manni sem einmitt skrifaði bók sem heitir Skáldskapur á skákborði. Það er Friðrik Ólason. Einn af okkar fyrstu þjóðhetjum unga lýðveldisins. Ég hef í hyggju meðal margra annarra verkefna á árinu. Ég veit ekki hvernig ég ætla að komast yfir þetta allt en við sjáum til með það. En okkur langar að skrifa bók saman, Friðrik Ólafssoni, fyrsta stórmeistara Íslendinga og mér, bara hans skákferil og þessa sögu hvernig hann varð einn af okkar dýrmætustu þjóðhetjum og breytti svo mörgu, ekki bara skáklistina í Íslandi, heldur ótal mörgu í Íslands sögunni í rauninni, hvernig við upplifum sjálf okkur, hvernig við fórum að líta á ýmsa hluti. Þetta er mjög merkileg saga. Ég hlakka mikið til að takast á að skrifa hana. Einmitt. En nú ertu að því mér skilst hugsjónakona og það kemur svona svolítið fram í því þegar maður fer að tala við þig. Og meðal annars, þú færð ekki beint tróðnar slóðir. Þú ert til dæmis ófeimin við að tala þunglindi sem þú hefur þurft að kljást við og þú ert ófeimin við að segja frá því að þú hafi búið með konu. Þjónar þetta einhverjum tilgangi? Já, það þjónir rauninni bara þennan tilgangi. Ég er í þeirri forréttindastöðu að geta sagt þessa hluti þannig að fólk heyri. Og ég hef engan áhuga sérstaklega að tala mitt prívatlíf. Ég er mikil prívat persóna. En hins vegar veit ég bara minni reynslu, það er fullt af fólki úti í samfélaginu sem í rauninni að kveljast eitt og yfirgefir. Og ég held bara að það geti hjálpað því að fólk sem hefur athygli fjölmiðla eins og ég geri, ef ég geti nýtt mér það bara með aðeins að segja frá þessari reynslu minna að það hjálpar manni alltaf þegar maður er svona einn í erfiðleikum með sínar tilfinningar eða hvað sem það er að sjá fólk sem að segja ég gengi gegnum þetta líka og þú getur þetta. Og þannig að það er eina ástæða fyrir því að tala eitthvað þetta. Það er eitthvað vegna sem ég hef alveg mikið áhuga að vera að tala mitt prívatlíf almennt. Einmitt, þú sagðir athygli fjölmiðla. Nú ætla ég að lokum að benda þér á að þú hefur athygli ráðamanna hér í örfáar mínútur. Þeir sitja hér við hringborði ráðamenn þjóðarinnar. Í örfáum orðum er eitthvað sem þú vilt segja þeim eða beina til þeirra með þú hefur tækifæri til gott? Ég kannski byrjaði að óska gleðilegs árs og þakka fyrir það gamla. Svo náttúrulega bara hvetja til að tefla við börnin sín og alla í fjölskyldunni og þetta bara muni eftir því í þeirra verkum sem ég heldur gerir nú í öllum flokkum. Hvað skáklistin er mikill hluti af menningararfi þjóðarinnar. Viltu ekki fá meiri pening inn í skákheiminn? Jú, guð minn góður, ég veit ekki hvort ég þóra á minna staðar. Það er svo sannarlega náttúrulega skákinn, það er með ólíkindum hvað hann fær lítið miðað við til dæmis fótbolta, handbolta, allir þetta er svona eins og smápeningar. Ég bara þótt að sé að batna og ráðamenn hafa haft mikinn skilning á gildi skáklistarinnar. Þá þurfum við að fá miklu meiri til að gera allir þessi góða hluti sem við ætlum að gera. Þeir taka það upp á eftir. En áður en við kveðjum þig, þá ætlum við að gera það sem við gerum oft hverju ári við afhendum manni ársins einn góðan blómvönd sem þú tekur við núna og jafnframt viðurkenningarskjal frá fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar sem segir að þú ert maður ársins 2004. Til hamingju aftur og takk kærlega fyrir að eyða með okkur stund í dag. Takk kærlega sömuleiðis.
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, maður ársins að vali Fréttastofu Stöðvar 2 Bylgjunnar eins og framkom. Og eins og framkom í viðtalinu við hana að þá hefur hún beitt sér fyrir því ásamt öðrum að Fischer komi hingað til lands. Davíð, kemur Fischer? Já, nú við ráðum því ekki einn, en við náttúrulega höfum gert okkar. Við höfum boðist til þess að svara með jákvæðum hætti og höfum svarað með jákvæðum hætti hans óskum. Mér finnst það að sýna að hann eins og við lítur þannig til að hann hefði sérstök tengsl við þetta land, að hann skuli sérstaklega biðja að fá dvalarleyfi hér. Og ég held að það hefði verið afskaplega erfitt í sögulegu samhengi og miðað við aðstæður mannsins að neita honum það. Það svona mín tilfinning, en við ráðum þessu ekki einin og Bandaríkjamenn og Japanir sjálfsagt tala eitthvað þetta líka, en við erum þá búin að gera þetta og landið stendur. Þú hefur ekkert heyrt frá dómsmálaráðherra Japans sem hefur þetta mál á sínu borði? Nei, það hefur við ekki gert og við höfum ekki með öðrum hætti blandað okkur í þetta en með því að láta okkar sendiráð vera vakandi yfir þessu og verið í sambandi við skákmanninn. Svo reyndar það þannig að hörkulið hér heima í beinu sambandi við Fischer eins og við vitum. Ekki bara Sæmi Rokk. Össur, þú kannt nú mannganginn, það eins og það sé bara nokkuð góð samstæða þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar og Davíðs að bjóða velkomin. Já, alveg örugglega það svo. Að því ég nú búin að hrósa Halldór í dag, þá finnst mér nú vera komin röðin að Davíð. Mér fannst það nú líka. og ég verð nú að segja það að mér finnst að Davíð eigi hróskilið fyrir að hafa tekið af skarið í þessu máli og ég honum algjörlega sammála að það ákveðin söguleg rök fyrir því að við getum leyft okkur að taka þennan mann sérstökum tökum. Ég í bernsku minni minnist auðvitað þessa mikla einvegis, ég var nú út á sjó þá, en það mér ógleymanlegt. Það teflt á mínu heimili. Ég tefli við mína dóttur og tapa fyrir henni á hverjum einasta degi. Reyndar eins og þegar ég tefli við okkar ágætu vinkonu, Guðfríði Lilju, vegna þess að hún hefur starfað fyrir okkur í þinginu með miklum sóma. Að ég hef nú náð því að tapa 3 svar fyrir henni, en einu sinni var ég næstu því búin að vinna. Og Halldór Ásgrímsson, hann var nú ekki víðsfjarri þá vorum við öll í útlöndum saman. En ég ætla nú ekki út í þá sálfa, en hins vegar þá finnst mér mjög gott að hún skuli fá þennan titil hjá okkur því að þetta ekki bara rós fyrir hana, þarna verið að ýta undir fremd skáklistarinnar og mér finnst að þessum síðasta degi ársins að þá eigum við nú sem að hérna sitjum í þokkalega góður skapi að taka þessari áskorun Guðfríðar Lilju og sameinast það að setja meiri pening í skákina og sérstaklega í barnastarfið. Þetta alveg stórkostlegt að sjá til dæmis það starf sem að Hrókurinn hefur verið að vinna með fjölda sjálfboðaliða hér allt land í skólunum og ég segi það bara að til dæmis með mína dóttur að þetta svona þegar hún fann það hún gat teflt og var góð að tefla og lúskraði pappa sínum á hverjum degi í skákinni að þetta ýtti undir sjálfstraust hennar og þetta hjálpaði henni í mörgum og ég held það sama gildi börn sem að læra að tefla þau og ég segi það líka við þá af hverju látum við þetta ekki vera part af námskránni í grunnskólanum? Ég vil nota tækifærið og óska henni Guðfríði Lilju innilega til hamingju. Það rétt sem Össur segir að hún hefur verið mikill sómi fyrir Alþingi. Það mikið af góðu fólki sem þar vinnur og ber nú ekki alltaf mikið á því. En út af skákinni þá vil ég nú taka fram að við höfum stutt starfsemi Hróksins mjög myndarlega. Til dæmis var hluti af okkar hjálp í Bosníu. Það var að hjálpa þeim til þess að fara í uppfræðslu þar. Nei, ég vil bara benda á þetta og þannig að við höfum talið að það væri mjög góð leið til þess að ná til barna í löndum sem að eiga við erfiðleika að stríða að einmitt að hjálpa til í því starfi og það mun halda áfram. En auðvitað verðum að fara yfir það eins og öll önnur mála í hvað ég veita peningum en það alltaf alveg ljóst að þeim vel varið í skákina, ég tek undir það. Já, mér langar til að fá að óska Guðfríði Lilju líka hjartanlega til hamingju og ykkur með þetta glæsilega val. Mér finnst þetta alveg skínandi vel til fundi. Þegar ég heyrði að þetta yrði kona, þá datt mér að vísu önnur kona í hug sem að hefði líka sómt sér vel þarna, Kristín Rós Hákonardóttir, sem að mínu mati væri vel að því komin að vera maður ársins eða íþróttamaður ársins en það önnur saga. Sem hún ekki satt? Jó, fallara sjálfsögðu en ég hefði nú talið kollega mína fyrrum í íþróttafréttaritara-stétt vel mátt með fullri virðingu fyrir öðrum sem þarna voru á palli hafa hana til dæmis í hópi 3 efstu í þessu kjöri en það önnur saga. Mér finnst þetta glæsilegt með Guðfríði Lilju og ég tek undir það
að með því líka verið að auka svona veg skák íþróttarinnar. Það má kannski segja að Hrafn vinnur okkar Jökulsson hefði nú eiginlega átt að fá að fljóta bara með henni þarna, því að þetta erfitt að ræða þetta nema að nefna hans nafn glæsilega og mikið, og hann hefur með hugsjón sinni lagt þarna mörkum. Og síðan varðandi Fischer-kallinn, þá ég sammála því að ef við getum orðið honum að liði, þessum sjúka manni sem búið að mæðast í miklu, þá það vel, en það var þetta ákveðin mistök að við skildum ekki bara taka hann með okkur heim við Dóri Blöndal. Við vorum hérna niður í Japan daginn og ásamt með Fríðu Föruneyti og hittum Koizumi og Dóri hitti keisarann og það var bara eiginlega yfir sjón að það var ekki komið á dagskrá kannski beint málið að við hefðum auðvitað bara átt að taka hann með okkur heim. Ja, því að við sýtum nú hér á borginni, þá langar okkur til þess að víkja dálítið að borgarmálum. Það að segja L-listasamstarfinu og fara aðeins inn í það. Davíð Oddsson segir í grein í Morgunblaðinu í dag að L-listinn hafi gefist upp við að stjórna borginni og hann eigi að fara frá. Einhvern veginn finnst mörgum eins og þetta geti jafnvel orðið síðasta kjörtímabil þessa samstarfs. Halldór, og þú hefur oft haft jafnvel efasemdir hvort að Framsóknarflokkurinn ætti að halda áfram. Finnst þér þetta vera það sem svona farið heil undir lokin? Nei, ég vil ekkert segja það. Það hins vegar rétt að ég hef svona mælt fyrir því almennt að flokkar bjóði fram í eigin nafni. Ég held að það sé það sem flokkar eiga almennt að gera. Hitt svona mál að við höfum verið í margvíslegu samstarfi víða land. Það var til dæmis þannig að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn buðu saman á Húsavík sem ég taldi nú vera mistök og ég held að formaður Sjálfstæðisflokksins hafi líka talið það vera mistök. Og ég taldi það, en þeir auðvitað ríða því sjálfur? Já, það nú málið sko, að þeir ráða þessu sjálfur og það eins með R-listasamstarfið að það náttúrulega flokkmenn allra þessara flokka sem að honum standa sem að munu endanlega ákveða það. Það ekki mitt að ákveða það, síst hér við þetta borð. En þú mælir með því samt að Framsóknarflokkurinn Ég mæli alltaf mælt með því almennt að flokkurinn bjóði fram í eigin nafni. Ef maður hefur metnað fyrir hönd síns eigins flokks þá hlýtur maður að hafa þann metnað að vilja sjá flokkinn sinna á blaði sem víðast. Ég kaus nú ekki hér í borgarstjórnarkosningum síðast, ég kaus á Höfn í Hornafirði. En ég myndi nú svona sakna þess að geta ekki krossað við bíðið mitt. Ég skal nú bara játa það. L-listinn hefur gengið í gegnum borgarstjóraskipti bara aftur og aftur. Er þetta samstarf í handarslítrunum? Nei, býttu, sérðu, þú segir að borgarstjóraskipti, hafa þau ekki tekist bærilega? Var ekki Sjálfstæðisflokkurinn daginn að láta gera hér einhverja könnun á því hvernig staðan væri og hvað leiti hún í ljós? Að Sjálfstæðisflokkurinn, hann er nánast í sögulegu lágmarki, var með 41–42%. Ég held satt að segja að R-listinn, þrátt fyrir endurteknar óskir ýmissa manna það að hann beygði nú upp og hætti og slíti þessu samstarfi, þá hafa hann bara ekki verið jafn sterkur margar ára bil eins og hann er núna. Það er komið nýr og öflugur borgarstjóri og það er ekkert sem að bendir til þess að fólkið í borginni vilji slíta þessu samstarfi. Nú ef það fer þannig að Framsóknarflokkurinn vill ekki vera með, já þá er alltaf sá uppi að Reykjavíkurlistinn haldi þá bara áfram án Framsóknarflokksins. Ég kvíði því satt að segja ekkert mikið miðað við niðurstöður þessar ágætu könnunar sem kom hérna, sem var gerð af hálfu Sjálfstæðisflokksins. Finnst þér eins og Framsókn vilji út og hljóða leið út? Já, sko, þetta er ekkert nýtt sem að Halldór er að segja. Halldór hefur talað svona ákaflega lengi og ég hef svona ákveðin skilning á þessu. En auðvitað er þið verulega eftirsjá að þessum tveimur sterku borgarfulltrúum sem frá Framsókn eru í þessu samstarfi. Ég held samt að borgarbúar þeir vilji eins og staðan er í dag sjá Reykjavíkurlistan lifa, sjá hann halda áfram, að þeir vilji ekki fá Sjálfstæðisflokkinn til stjórnar í Reykjavíkurborg aftur. Já, ekki borgarbúin. Og hafði bara verið að ræða hér hérna annað hvort Reykjavíkurlistan eða Sjálfstæðisflokkinn. Ég vil nú ekki athygla á því að Frjálslynda-flokkurinn er með framboð í borginu á borgarfulltrúa og ég veit ekki annað en að borgarfulltrúar og Frjálslynda-flokksins hafi staðið sér bara ágætlega. Og ert þú sáttur við Reykjavíkurlistan samstarfið? Ég er ekki þátttakandi í Reykjavíkurlistan samstarfið eða minn flokkur. Og hérna við höfum boðið fram okkar framboð og ég er ekki með neina planlýringu það að það breytist. Það er auðvitað framboðið í borginu sem tekur ákvörðun það hvernig þau vilja stýra sínum málum og
með tilliti til framtíðar en ég á ekki von á því að við stýrum því neitt beint og áfrá. Davíð Oddsson, þú ert greinilega ekki sem borgarbúi sáttur við Reykjavíkurlistann og segir hérna eins og Kristján Már sagði hér áðan að í Morgunblaðinu í dag hann á að fara frá strax. Jú, það held ég getur ekki komið ykkur neitt á óvart að ég og minn flokkur séu ansnúin R-listanum. Við höfum kannski verið slappir í stjórnarandstöðunni í borginni, en ég vona að það hafi þó legið fyrir. Við höfum á móti því, en spurningin hérna hefur nú, eins og þið baraðan upp, var nú fyrst það hvort að R-listin ætti að vera í framboði sem slíkur sameinaður eða hver flokkur fyrir sig. Og mér finnst að ég ekki að blanda mér í þá umræðu. R-listin, eða flokkarnir hafa auðvitað fullt vald á því og rétt að bjóða fram sameiginlega eða hver í sínu lagi. Það er bara mat þessara flokka og ég ætla ekki að fara að blanda mér í það. Ég segi hins vegar almennt séð út frá mínum sjónarmiðum, eins og Halldór Ásgrímsson nefndi hér áðan, þá var ég ekki persónulega hlynntur því að við vorum að bjóða fram saman með Framsókn fullri virðingu fyrir Framsóknarflokknum á Húsavík, því ég held að flokkar sem taki sig alvarlega eigi svona almennt séð að bjóða fram hver í sínu lagi. Nú varðandi R-listan þá og stjórn hans á borginni, þar sem að ég sem borgarstjóri í 9 ár horfi auðvitað til að þegar ég fór frá borginni og hafi nú þótt æði framtakssamur, þá skuldaði borgin á núvirði 2 milljarða króna, en nú skuldar borgin 70 milljarða króna. 70 milljarða króna. Og ég velti fyrir mér í hvað hefur þetta allt saman farið. Og samt hafa skattar og þjónustugjöld verið hækkuð ár frá ári. Fór ég að borga perluna og ráðhúsið? Nei, það var búið að borga það suminn áður. Elskan, auðvitað veistu það. Þú skildir nú eftir heldur betur skuldaklífjarnar. Ég var að segja við þig, ef þú hefur hlustað, elsku vinur, að þá skuldaði borgin 2 milljarða. Og ef þú kallar það, viltu aðeins hlusta augnablik, ef þú kallar það skuldaklífjar, hvað kallar það þá 70 milljarða á sama verðlagi? Elsku vinur, ég held að þú farir ekki alveg rétt með tölur. Jú, ég geri það. Ef maður aðeins kannski bara fyrir okkar hönd sem að eigum aðild að R-listanum, þá leggja áherslu á það að ég held að það hafi einmitt sýnt styrk R-listans að hann hefur unnið sig í gegnum mál sem komið hafa upp og hafa tengst einstökum persónum. Við höfum lagt á það mikla áherslu, Vinstri-hreyfingin grænt framboð, að þetta er á málefna grunni sem þarna er starfað saman. Og við tókum ákvörðun það, okkar félagar hér í Reykjavík, að ganga til endurnýjaðs samstarfs í nafni R-listans á nýjum grundvelli nýs málefnasamnings og nýrrar samstarfsyfirlýsingar flokkanna. Þetta er formlegt samstarf flokkanna en ekki framboð í nafni félags eins og R-listin var orðin á síðasta kjörtímabili. Þetta er mikilvægt atriði. Hér er formlegt samstarf flokkanna ræða sem félagar þeirra í borginni taka ákvörðun Það er á því formi sem við sjáum þetta fyrir okkur, þar sem og þegar að menn ákveða að vinna saman með öðrum. Að þá sé þá formlegum grundvelli samstarfsflokkana sem þar með eru bak ábyrgir fyrir framgöngu sinna fulltrúa í sveitarstjórn eða á landsvísu. Ég vek nú athygli á því að þetta samstarf er leitt af okkar manni. Árni Þór Sigurðsson er oddviti listans og hefur verið forseti borgarstjórnar og ég leyfi mér nú að nefna hans stóra þátt í því að leiða R-listan hér í gegnum hvern öldusjóin á fætur öðrum. Og menn hafa stundum verið að láta því liggja að við værum á höttum eftir einhverju öðru en bara árangri út úr þessu samstarfi og ég held að við höfum nú sýnt það endurtekið að það er árangur af pólitísku samstarfi sem við höfum í huga. En það er alveg ljóst að Vinstri-hreyfingin grænt framboð hefur eingöngu tekið ákvörðun þáttöku í þessu samstarfi á þessu kjörtímabili. Það er sjálfstæð ákvörðun síðan hvort menn halda því áfram. En ég get lofað mönnum því að í framhaldi af því að ákveða að vera í þessu samstarfi á þessu kjörtímabili þá munum við leggja mikinn metnað í að ljúka því með reisn og að klára þetta eins og við höfum endurtekið sýnt að við viljum gera. En heldur þú að Reykjavíkurlistinn endist út kjörtímabilið? Það er 1,5 ár eftir. Ég myndi frekar halda það, já, ég býst við því. Svona, ef þú spyrir mig, ég hef ekki veltið mikið fyrir mér en eins og Steingrímur hefur verið að segja, það er eitt og annað gengið á og menn hafa samt haldið áfram og því skildu þeir þá ekki gera það út kjörtímabilið. Ég sé ekki neitt fyrir mér sérstætt sem að ætti að koma í veg fyrir það. Ég held að sé ekkert sem að í sjálfu sér gæti leitt til þess að R-listinn myndi hætta fyrir kosningar og eins og þið bentum sjálf að þetta voru þetta ákveðnir erfiðleikar sem að listinn gekk í gegnum núna fyrr á þessu áru og hvernig skildi hann út úr því? Alveg hreint með blússandi byr, með mikla staðfestu og með traust
borgarbúa. Það það sem skiptir máli. Það það sem hefur komið fram í könnunum og mér finnst að því að Davíð nú að tala þessar gríðarlega háu tölur sem enginn kannast við nema hann, þá held ég menn vera að horfa á það að Reykjavíkurborg, hún hefur líka svona í samvinnu við ríkisvaldið, við samvinnu við framkvæmdavaldið, landsstjórnina, þá hefur hún tekið mjög virkan þátt hér í þróun orkuvinnslu í landinu og leikið þær gríðarlega mikið hlutverk og það kannski einn maður sem á hrós skilið þar fyrir og það er Alfreð Þorsteinsson. Orkuveita Reykjavíkur, hún hefur virkilega svona fyllt upp í bæði þekkingarlegt gat, þar að segja, hún í jarðhitavinnslunni sem að Landsvirkjun hefur ekki verið í og hún er að skjóta stoðum meðal annars undir stækkun á stóriðjuverum hér á Suðvesturlandi. Þetta skiptir máli. Davíð aðalega ráðast á Framsókn og Alfreð þegar hann talar skuldaaukningu. Ég held að Davíð sé að gera það, já. Afskaplega vænt það, Össur, hvað voru duglegur að benda á það hvað Framsóknarflokkurinn er ómissandi. Hann er ekki ómissandi í Reykjavíkurborgin en ég vil hafa hann með ef ég má ráða. Og ég vil helst líka fá frjálslyndaflokki. En sko almennt það nú þannig að forystumenn flokkana eru nú ekki sko mikið að skipta sér af þessu samstarfi nema eitthvað sérstakt kom upp. Ég skal játa það hér að við Steingrímur Sigfússon áttum mjög gott samstarfi í kringum borgarstjóraskipti hér eitt sinn þegar varaformaður Samfylkingarinnar hætti því starfi. Ég vil nú nota tækifærið og óska henni innilega til hamingju með 50 afmælið í dag sem er merkilegt afmæli og bið formann Samfylkingarinnar að stíla góðum kveðjum til hennar. En af hverju skáluðu við bara ekki allir fyrir Ingibjörgu Sólrúnu? Ég held að vera. Skál fyrir henni og hennar upprætta. Þú kemst vonandi í afmælið, ég trúi því. Og meðan að við skálum fyrir Ingibjörgu Sólrúnu þá skulum við kynna inn aftur lag. Við skulum hlusta á tónlist, það er Brynhildur Guðjónsdóttir og félagar úr sýningunni Edith Piaf. Þau ætla að leika og syngja fyrir okkur La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur
large sans en moi, mon cœur qui bat. Óskum landsmönnum öllum gleðilegs árs. Landsbankinn. Það ekki á hverjum degi sem þú leggur aðleguna undir í viðskiptum. Þess vegna mikilvægt þegar fasteignir þín annars vegar að traustir aðilar tryggi þér bestu sölu á hverjum tíma. Ábyrg þjónusta, örugg viðskipti, eignamiðlun. Actavis óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og velfarnaðar á komandi ári. Heitirðu byrja? Ertu lömuð? Íslandsbanki og Bjarmaland kynna nýju stuðmannamyndina Í takt við tímann. Bless. Komin í bíó. Landsvirkjun óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og velfarnaðar á komandi ári. Með þökk fyrir árið sem að líða. Líklega erum við ekki að segja ykkur neinar fréttir, en heimurinn stór og fullur af stöðum sem eru allt öðruvísi en litla Ísland. Meira að segja Færeyjar eru langt í burtu. En þrátt fyrir að heimurinn sé stór og þrátt fyrir að samfélög fólks virðist við fyrstu sýn vera mjög ólík, höfum við komist að þeirri niðurstöðu að við séum öll eiginlega alveg nákvæmlega eins. Með samhentum hópi starfsmanna, fagmennsku, frumkvæði og örlítilli íslenskri geðveiki höfum við komist að því að það bara hægt að gera ýmislegt þó að maður sé lítill og heimurinn sé svona stór. Baugur Group, við framkvæmum. Það Alkan á Íslandi sem færir þér kryddsíldina. Komiði sæl aftur. Eitt af því sem hefur einkennt þetta ár sem að líða, það góðæri. Útrás íslenskra fyrirtækja, það hefur mikið verið rætt auðsöfnun, skuldasöfnun heimilanna. Ástæður sem hafa áhyggjur af því að menn eru að verða ríkar og ríkari og eignast fyrirtæki og að kaupa verslanir og fyrirtæki út á löndum. Þetta áhyggjefni, Guðjón? Já, það ákveðið áhyggjefni að því varðan að það getur leitt til ákveðna samþjöppunar í okkar þjóðfélagi. Útrásin sem slík þarf að segja að menn leiti inn á erlenda markaði og kaupi erlend fyrirtæki og svo framvegis. Það ekkert til að hafa sérstakar áhyggjur af. Og ber bara að fagna því á mörgum sviðum. En hins vegar þurfum við hér innan lands að horfa til þess sérstaklega að þetta nú lítið land og það getur verið áhyggjuefni að hér verði mikil samþjöppun og völdin í viðskiptalífinu og atvinnulífinu færist á tiltölulega fáar hendur og ég held að sé fullt tilefni til þess að við skoðum það á framtíð og þurfum að skoða í því sambandi samkeppnisreglur og jafnvel aðrar reglur þjóðfélagsins það hvernig það megi vera hér svo vel við unni en hitt hinur ekki að leyna að í litlu landi þá verður oft til svona keðjumyndun eins og við sjáum í matvöruverslunni til dæmis og við getum heldur ekki neitað því að sterkar verslunareiningar í matvörudreifingunni og matvörusölunni hafa vissulega fært Íslendingum líka kjarabætur.
Er allt hér með miklum sóma að blóma? Það er nú kannski ekki allt með miklum sóma og það er sjálfsagt að hafa áhyggjur af viðskiptahalla og þróun gengis, en ég er samt bjartsýnn. Ég held að Íslendingar sigli út úr þessu og ég er sannfærður það að ef við höldum rétt á spöðum að þá sé hérna mjög góð tíð framundan. En það er rétt sem hún segir, það er auðurinn og dreifing nýrra verðmæta. Hún er kannski ekki eins og í gamla daga, menn að verða hér miklu ríkari. Ég tek það nú fram, ég er ánægður. Mér finnst það besta sem okkur hefur tekist sem samfélagi, það er þessu útrás. Hún er stórkostleg. Þetta er alveg stórkostlegt að sjá hvað Víkingslöndin og driftin er að gera. Að hluta til þá ber að rekja þetta til sölu bankana og nýra peninga sem hafa orðið til, að hluta til endurskipulagning í efnahagslífinu. Ég tel að þetta sé af hinu góða. Við mögum ekki gleyma smáfyrirtækjunum. Við sjáum það hvernig gengið er að þróast. Það hefur svona þung áhrif fyrir ýmis fyrirtæki, lítil. Ég held að það sem gerist núna er að ríkið hefur meiri skyldur en áður til þess að sinna hlutverki sínu til jöfnunar. Ríkisvaldið þarf að auka vægi jafnandi aðgerða og það gerðu þeir ekki, finnst mér, með skattalækkunum sínum. Þar voru þeir sem höfðu mest, þeir fengu mest, þeir sem höfðu minnst, þeir fengu minnst. Og það voru dæmi það eins og við vorum stundum að benda á að þegar öll kurl eru til grafar komin að maðurinn með ofurlaunin, bankastjórinn, hann er kannski að fá 15 til 25 sinnum meira heldur en konan sem hreinsar hjá skrifstofuna. Er þetta eðlilegt? Skattalagabreytingin er að mínum mati afskaplega vel heppnuð og við náum þar mjög vel til millitekjufólksins og barnafjölskyldana sem skiptir að sjálfsögðu mjög miklu máli og við lögðum mikla áherslu á fjölskylduna í þessu sambandi og til þess að ná þeim árangri þá verður að lækka skattprósentuna og ég bara minni á það að þegar að tekjuskatturinn staðgreiðslan var tekin upp þá var prósentan 35% og allir mjög ánægðir með það á þeim tíma og töldu að skatturinn mætti alls ekki verða hærri og síðan hækkaði hann og hækkaði. Nú þeir eru á móti því hérna í stjórnarandstöðunni að lækka þennan skatt og mér finnst þið vera orðnir ótrúlega sammála þetta Össur. Mér finnst aldrei að ég sé að tala við gamla Alþýðubandalagið saman. En hvað finnst þér þegar þú ert að tala við formann Sjálfstæðisflokksins matarskatt? Hvað finnst þér þá? Af því að Samfylkingin ætlaði nú svona að vera miðjuflokkur og hætti Tony Blair í upphafi þá finnst mér að það hafi færst mjög svona nálægt flokkur sem er 32-33%, hann hlýtur að vera orðinn miðjuflokkur. Ég fann að sakna mjög gamla Alþýðuflokksins. Það er nú svo skrítið, bæði í utanríkismálum og eins í efnahagsmálum. En út af þessu með útrásina þá er það alveg rétt hjá Össuri að aðal ástæðan fyrir henni er einmitt einkavæðing bankana. Ég tel að þessi útrás hefði ekki átt sér stað í þessu mæli nema að bankarnir hefðu verið seldir með þessum hætti og ég veit að Össur tekur undir það. Og það sýnir að það var gæfuspor og menn tóku þá ákvörðun undir mikilli gagnrýni. Þannig að það er nú svo að menn get ekki gert allt í samstöðu. Viskulegustu hlutirnir sem við höfum nú oft gert hafa nú mætt heilmikilli andstöðu. En ég minni á það að hér náttúrulega hefur orðið gífurleg breyting. Hlutabréfamarkaðurinn í Kauphöllinni er eitthvað 1100 milljarðar sem eru 120% af okkar þjóðartekjum. Hann er stærri en í Svíþjóð. Þar er þetta eitthvað 110%. Og á árinu sem nú er að líða að þá hafa þessi félög aflað 180 milljarða á þessum markaði sem er miklu meira hlutfallslega heldur en í löndunum hérna í kringum okkur. Þannig að þetta sýnir náttúrulega þá gífurlegu breytingu sem að hér er á þjóðfélaginu og menn tala að sumir sé að hagnast mikið. Það er náttúrulega eðli alþjóðaviðskipta að það eru alltaf einhverjir sem skara þar fram úr og hagnast mikið og mér finnst nú af hinu góða að það skuli vera einn og einn Íslendingur þar innan dyra en þetta sé ekki eingöngu hagnaður erlendra aðila. Já, út af þessu alveg rétt og gott að Íslendingar gerir sig gildandi og fjárfesti erlendis.
Það reyndar skrítið að heyra menn reyna að umskrifa samtíma söguna. Nú á þetta að heita svo að þetta allt saman hafist með einkavæðingu ríkisbankana. Þetta auðvitað ekki rétt. Íslensk iðnfyrirtæki voru umvörpum búin að koma sér fyrir í nágrannalöndunum. Össur, Marel, Sæplast, lyfjafyrirtækin hafa verið að fjárfesta löngu áður en að menn seldu ríkisbankana. Meira að segja í fjármálaheiminum hófst ekki þessi svokallaða útrás með einkavæðingu ríkisbankana. Kaupþing var búið að stofna hér banka útibú í nálægum löndum, löngu áður. Svo vil ég segja þessa útrás. Ég ætla að sjálfsögða vona að þetta gangi vel, en það nokkuð öruggt að þessi leiðangrar verði ekki allir til fjár. Ég held að það sé skuggahlið á þessu sem sú að það sorglega lítill áhugi hjá öflugum íslenskum fyrirtækjum á fjárfestingu innanlands. Þetta er alltaf merkilegt að enginn skuli nefna það. Menn éta hérna hver upp eftir öðrum hversu stórkostleg þessi útrás sé. Og gott og vel, ég endurtek það, ég óska mönnum góðs gengis í því. En ég hef miklar áhyggjur af hinu. Hve fáir eru að leggja fé í raunverulega nýsköpun og þróun og uppbyggingu í almennum atvinnurekstri innanlands þessi misserinn. Þar fjárfestingunum haldið uppi með stóru pökkunum sem koma að utan, það að segja stóriðunni. Svo vil ég segja almennt okkar efnahagsmál að ég bjartsýnn fyrir hönd okkar til lengri tíma litið. Það engin ástæða til þess að vera annað. Við erum ung og velmenntuð þjóð og eigum mikla möguleika hér í þessu stóra og fallega landi, svo fremi sem við spillum því nú ekki. En ég hins vegar áhyggjufullur hvað varðar næstu 2-4 ár. Ég spái umbrots- og umrótstímum, ekki bara í stjórnmálum, heldur líka í efnahagslegu tilliti næstu 2-4 árin. Við verðum að vinna okkur út úr þessari skuldasöfnun þjóðarbúsins og vaxandi viðskiptahalla. Við þurfum að ná tökum á verðbólgunni og það búið að þenja hagkerfi fér mjög hættulega með stóriðu fjárfestingunum og með ýmsum öðrum ráðstöfunum og ríkisstjórnin hellir svo olíu á eldinn með óskynsamlegri hægri stefnu í skattamálum. Og það auðvitað tímanna tákn, af því að menn voru að tala hér miðju og hægri og svona, Össur og Halldór, að Pétur Blöndal með sínum gleðilátum hér inn í þinginu yfir því að fá stefnu Sjálfstæðisflokksins í skattamálum í gegn, að hann skuli vera orðinn leiðtogi, andlegu leiðtogi framsóknarmanna í efnahags- og skattamálum. Davíð, hvað segir þú þessa ræðu? Ég ætla ekki að fjalla. Ég veist ekki, ég væri búin að fá Pétur lánaði það. Jú. Þú ætla ekki sömu áhyggjur og hann hefur af þróun efnahagsmála. Er hann til nokkuð til láns? Já, Pétur margra manna mæki. En varðandi það sem Steingrímur segir hér, þá út af fyrir sig má taka undir það að það þýðingar mikið að útrásin sem hann kalli í einu samheiti að undirstaðan fyrir henni sé réttilega fundin og við skulum vona að það sé þannig í sem flestum greinum. Það afar þýðingar mikið vegna þess að bak ábyrgðin að stóran hluta þessar útrásar liggur þó ennþá hérna heima. Þannig það afar þýðingar mikið að hún takist vel og eins þýðingar mikið að stærsti hluti hennar gangi til hluta sem að skilir sér að einhver leyti heim til Íslands aftur. Það ekki endilega víst að það sé meiningin út af fyrir sig. Össur nefndi að við myndum sigla út úr þessu og þá eins og að sé að lýsa einhverjum vandræðum, en hann auðvitað að tala það að það eitthvað mesta góðæri sem við höfum búið við, kaupmáttaraukning í 9 ár samfelld, aldrei gerst áður í sögur náttúrulega. Og við erum metnir sem með lánstraust að borð við Bandaríkin og Þýskaland. Það hefur nöttið þótt saga til næsta bæjar gagnvart Íslandi. Þannig það ekki eins og hér sé einhver vandræðagangur uppi, en það auðvitað þannig að það líka að stíga varlega til jarðar þegar vel gengur og viðskiptahallinn sem nefndur, hann í raun algjörlega í samræmi við þess spár sem menn hefði gert ráð fyrir vegna þeirra miklu fjárfestinga sem við erum að gangi í gegnum og það reyndar ekki allur sá hluti kominn eins og menn vita, það meira framundan. Þannig að það mun setja ákveðna press á gengið, það ljóst. En við erum líka að lenda í því sem nýtt fyrir okkur stjórnmálamennina, að hans stýringin sem við vorum áður færir annaðhvort eins hér eða með Seðlabankanum, að hún ekki nærri eins augljós núna vegna þess að það eru svo mörg önnur öfl sem hafa miklu meiri áhrif heldur en að stjórnmálamenn geta endilega haft. Öfl sem geta stýrt í að hér komi inn 300 milljarðar króna á einu ári. Og síðan tölum við skattalækkanir på 20 milljarðar á einu ári eins og það sé aðal efnahagsvandinn. Það sýnir sig að með þessari opnun allri að þá eru mörg önnur öfl sem núna hafa miklu meira að segja jafnvel þróun efnahagsmála heldur hinn gamalgrónu öfl, ríkisvald, þing og seðlabanki hér áður fyrr. Þetta skapar
ákveðið vanda því að menn treysta enn og trúa því að það sé hægt með handafli að grípa inn í. En Seðlabankinn hefur aldrei búið meiri styrk heldur en núna, aldrei meiri varasjóð heldur en núna og gjaldeyrisforða heldur en núna. En samt sem áður hlutfall þess styrks orðið tiltölulega lítið miðað við þær stærðir sem við erum að sjá fljóta hér fram og tilbaka. Og þetta hlýtur að vera svona ákveðið áhyggjuefni, en ég vil ekki vera að tala um áhyggjur á þessu ágæta kvöldi, ég vil forðast það, en að því þið spurðu. Það líður að lokum kryddsíldarinnar, þetta er 14. kryddsíldin sem er hér í röð, eins og við sögðum frá í upphafi og Davíð hefur líklega verið hér öll skiptin frá því 1991. En verðið þið allir hér að ári? Össur, þú ert að fara í afmæli Ingibergar Sólrúnar eins og fram kom áðan og hún boðar formannslag við þig í haust. Já, ég skal nú ekki það segja hvað hún er að boða það. Hitt er alveg ljóst að þetta er lýðræðislegu flokkur, 14.000 mann sem eru í honum og allir þeir sem í hann eru skráðir, þeir hafa möguleika á því að bjóða sig fram. En mitt mat á svari við þessari spurningu er nú að líkast til verði nú hérna jafn kátur að ári. Við ætlum að fara á persónulegu nóturnar núna. Við höfum oft spurt svona hvað stendur upp úr á árinu og Davíð, þjóðin fylgdist með þér í sumar glíma við alvarleg veikindi. Hvernig líður þér núna? Bara vel, það er vel með mig fylgst og það er kannski alveg endilega útséð alla hluti nákvæmlega en horfurnar eru bara góðar og ég er að byggja mig upp, er í endurhæfingu 3 í viku og er að byggja mig upp, þannig að mér finnst ég vera svona styrkjast allur. Hvort sem mönnum finnst það nú almennt góð tíðindi eða ekki, þá eru nú allir afskaplega góðir við mann þegar svona stendur á. Meira að segja okkar hörðu stjórnarandstæðingar hafa verið mér afskaplega þægilegir og hjálplegir og vinsamlegir í þinginu og ég er þakklátur fyrir það. Og ég vegna þessara veikinda kynntist auðvitað mikið af nýju og góðu fólki í öðrum geirum sem ég er glaður yfir að hafa fengið að gera. En þið spurðið hérna, verðum við öll hér á næstu áramót. Ég hefði örugglega svarað þessari spurningu óhræddur í fyrra en ég hef kannski ekki verið alveg eins viss í júlí hvernig þetta myndi allt saman enda. Þannig við skulum kannski tala varlega en vegna pólitískra hluta að því að Össur og þið nefndu nú þið ágæta afmælisbarn þá reyndi hún nú að fella mig sem borgarstjóra tókst ekki og síðan sem forstráður tókst ekki og það er ekki víst að takist að fella Össur. En verður þú í framboði, þarft þú ekki að leita eftir endurkjöri á landsfundi hjá ykkur í ár? Er ekki komið að því? Já, það er væntanlega þá það menn á næsta ári. Já, næsta ári, já. Það verður ekki kosið fyrir miðnætti úr því sem komið er. En væntanlega er landsfundur hjá okkur ekki seinna en næsta haust, já. Ég gekk þokkalega á síðasta fundi, fekk 97% held ég. Og þú stefnir alveg, það er engin bilbugur á þér. Það er engin bilbugur á þér? Nei, ekki eins og er, en eins og maður segir, maður veit aldrei og ég er ekkert eilífur hvorki í tilverunni eða pólitíkinni og mér er reyndar ekki eins sárt pólitíkina eins og hina tilverunni. En ef við færum svona almennt yfir, hvað, svona á persónulega nótum, hvað er ykkur efst í huga eftir árið? Já, ég get sett fyrir mig að ég lifði ákaflega ánægilega sumardaga. Við sem voru þeir nú truflaðir svona með samkvællun þingsins sem að Davíð stóð fyrir og þann 5. júlí sem var minn afmælisdagur en ég hélt upp á 60 ára afmæli mitt norður í Þernunvík í Ísafjarðardjúpi og þangað heimsótti mér fjöldi manna. Það var afar skemmtilegt og hérna blíðir sumardagar og náttúran var í sínu fegursta skatti og ég naut þessara stunda alveg í botn og hérna fannst mikið vænt það hverjir komu þar og heimsóttu mig og það er eiginlega ánægilegasta minning ársins og ég vona vissulega að ég er langra að líta framundan en það veit ekki sína ævina fyrir öll þannig að ég ætla ekki fullera neitt það hvernig útlit á foringin stjórnmálaflokkana verður á árið liðnu. Halldór? Já, ég átti afskaplega ánægilegt sumar og árið hefur allt verið mjög ánægilegt. Ég er nú sérstaklega ánægð með það hvað Davíð Oddsson er að ná sér og við höfum talað heilmikið þessi mál vegna þess að hluta til við orðunum með sömu læknana og höfum komist að því hvað við eigum feiknarlega gott fólk á okkar sjúkrahúsum sem skiptir okkur miklu máli og það er aðdáunarvert hvað okkar fólk er að gera og það náttúrulega skiptir gífurlegu máli fyrir okkur sem þjóð að eiga allt þetta góða lækna og hjúkrunarfólk. En ég hef góðar minningar frá gönguferðum. Við hjónin vorum í heila viku að ganga Pýreneafjöllin
með vinum okkar og það var afskaplega ánægilegt og svo setti ég mér það markmið í upphafi ársins að komast á Hvannadalshnjúk og ganga þangað upp. Ég hafði haft þann draum eiginlega síðan ég var barn og byrjaði að horfa upp á þennan jökul og ég var mjög ánægður með það að komast þetta og það er nú svona sérstaklega að horfa svona yfir landið og horfa niður á Mýrdalsjökul, það er svona ógleymanleg stund en árið hefur allt verið ánægilegt hjá mér og minni fjölskyldu. Og þú kannt vel við í forsætisráðherrastólnum? Já, afskaplega vel og ég hef þar góðan stuðning og ég er mjög þakklátur fyrir það traust sem ég hef frá félögum mínum í ríkisstjórninni og frá þingmannunum á Alþingi. Já, Halldór var nú heppnari en ég að þessu leyti. Ég ætlaði líka á Hvannadalshnjúk en var frá að snúa vegna veðurs. Ég ætla kannski aftur á Já, kannski við fórum saman bara. Ég náði hins vegar að hlaupa á Sveinstind og horfa yfir Langasjó. Það er ógleymanlegt að vera þar. Nú, það er gaman að heyra vitnisburð þeirra sem að kynntust heilbrigðiskerfinu af eigin raun og því ágæta starfi sem þar er unnið og því fórnfúsa fólki sem þar vinnur og ég held að við ættum þá kannski að sameinast að gera vel við þann málaflokk. Það munaði nú hársbreyta kona mín lenti því að taka á móti Davíð en það er önnur saga. Ég vil síðan staðfesta að það var gaman í 60. afmæli Guðjóns norður í Þernuvík, þangað geystust við Ögmundur og það var stórkostlegt að heimsækja höfðingjan á hans óðali þar og vel var veitt í þjóðlegum réttum. Af mér og minni fjölskyldu er allt gott að frétta. Við búum við barnalán og það er svona að ganga upp í gegnum skólakerfið. Elsti sonur okkar útskrifast sem stúdent, númer 2 kláraði samræmduprófin og dóttirinn leikskólan og svo framvegis, þannig að það var allt bara mjög ánægilegt og maður er þakklátur fyrir það hvert ár sem að maður sjálfur og allir manns nánustu njóta góðrar heilsu og lífshamingju. Árið 2004 og kryddsíldin er að renna sitt skeið á enda. Við þökkum stjórnmálaforingjónum komuna hingað til okkar að hringborðinu og óskum þeim og áhorfendum öllum árs og friðar. En við ætlum að sprengja upp og setja okkur hérna undarlega húr. Og kanínu eyrun. Það er það lóan yfir glösin. Það sem hefur endis. Nei, það var framtíðin. Framtíðin því. Það er Alkan á Íslandi sem færir þér kryddsíldina. Loksins er komin ný þáttur.